Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 30. apríl 2019 og þetta sameiginlegur fundur borgarstjórnar og fjölmenningarráðs Reykjavíkurborgar. Áður en gengið verður til útsendrar dagskrár ætlar formaður fjölmenningarráðsins Sabine Leskopf að ávarpa fundinn. Gjörðu svo vel, Sabine. Já, takk forseti og borgarfulltrúar og fulltrúar úr fjölmenningarráði og aðrir gestir. Já, þessi fundur í dag eins og hér hefur komið fram fyrsti sameiginlegi fundur hérna borgarstjórnar og fjölmenningarráðs Reykjavíkurborgar. Þetta líka fyrsti sameiginlegi fundur okkar eftir verulega breytingar sem voru gerðar á samþykktum fjölmenningarráðs hérna sem ég tel að hafa styrkt og eflt ráðið töluvert. Helstu breytingar á ráðinu voru að gefa hagsmunasamtökum og hópum rödd inn í ráðið eins og í sambærilegum ráðum að borð við öldungaráð eða ofbeldisvarnaráðinu. En þar hafa nú sitja sem sagt nú fulltrúar samtaka kvenna af erlendum uppruna, móðurmáls og sameiki starfsmannafélags. Þetta undirstrikar ekki einungis viljan okkar að efla raddir grasróta inn í borgarkerfið, heldur líka áherslur á málefni, sem sagt málefni kvenna, barna og starfsmanna Reykjavíkurborgar sem eru af erlendum uppruna. Ráðið funda nú mánaðarlega, ekki ársfjórðungslega eins og áður var, og hefur síðastliðinn vetur tekið virkan þátt í eftirfylgni á stefnu í málefnum innflytjenda, umsækjenda alþjóðlega vernd og flóttamanna sem samþykkt var hér í borgarstjórn í fyrra. Ráðið hefur hitt fjölda fulltrúa frá mismunandi sviðum borgarinnar. Og með þessu við líka að taka svolítið næsta skrefið inn og eflum samráð við grasróti á skipulagan hátt inn í borgarstjórn og inn í stjórnsýslunni, ekki eitt og sér. Þannig að það rosalega mikilvægt fyrir okkar að þetta sé ekki bara vettvangur sem einangrað heldur tala virkilega inn í kerfið. Í samræmi við þetta öfluga hlutverk og bætta stöðu ráðsins leggjum við sem sagt hér fram í dag 5 tillögur sem endurspegla þekkingu og skoðanir fulltrúa ráðsins en byggja einnig á meira þekkingu á stjórnsýslu og starfssviðum borgarinnar. Málefni innflytjenda eru langt frá því að vera ópólitísk. Kannski eru fáir málaflokkar í nútímanum sem kveikja jafn mikil ágreining. Við eigum samt að vera stolt af því að hingað til hefur á Íslandi engin flokkur sem gerir út á útlendingaandúð í kosningabaráttunni sinni náð verulegum og langvarandi áhrif þó að sem við hafa reynt. Þetta ráð starfa mjög vel þvert á flokkana, einn fulltrúi frá meirihlutanum, einn fulltrúi frá minnihlutanum þar og var fulltrúi Sjálfstæðisflokksins gerður að varaformanni að minni tillögu. Og ég vona að þessi fundur mun einkennast af sömu samstöðu en fyrst og fremst virðingu fyrir röddum grasrótinnar. Takk. Þá hefur Sabine Leskopf, formaður fjölmenningarráðs, lokið máli sínu og verður þá gengið til útsendrar dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá tillaga fjölmenningarráðsins að kynna reglur aðild að frístundakortinu á fleiri tungumálum og það Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi og varaformaður fjölmenningarráðsins sem ber hana upp. Forseti ágæta borgarstjórn, fjölmenningarráð, aðrir gestir og tilheyrendur. Ég flyt tillögu að kynna reglur aðild að frístundakortinu á fleiri tungumálum. Tillagan svohljóðandi. Í því skyni að auka meðvitund Reykvíkinga með annað móðurmál en íslensku hvernig megi nýta frístundakort til að skipuleggja og fjármagna frístundastarf barna, samþykkir borgarstjórn Reykjavíkur að fara í eftirfarandi aðgerðir. Umsókn aðild að frístundakorti verði aðgengileg bæði á íslensku og ensku. Reglur aðild að frístundakorti verði aðgengilegar bæði á íslensku og ensku. Ráðist verði í auglýsingaherferð á fleiri tungumálum þar sem frístundakort kynnt gagnvart mögulegum skipuleggjendum frístundastarfs.
Eins og kemur fram í greinargerðinni með tillögunni, felur tillögan einnig í sér að skoðað verði hvort eitthvað í reglum aðild að frístundakortinu hamli of möguleikum á nýtingu kortsins. Það er heiður að fá að flytja svona mikilvæga tillögu hér í dag. Hingað til hefur verið lagt upp með að þýða efni til notenda eða fulltrúa þeirra. Til dæmis fylgir með kynning bæði á ensku og pólsku í póstum sem sendir eru út frá skóla og frístundasviði. Þá hefur kynningarefni verið þýtt á að minnstakosti 9 tungumálum. Það má ekki gleymast að hrósa og fagna því sem vel hefur verið gert hingað til og svo eru félög sem að leggja sig fram, til dæmis Leiknir sem að þýða eigið efni fyrir heimasíður. En þrátt fyrir þetta þarf að bretta hendur fram úr ermum og betur má ef duga skal. Nýting á frístundakorti var á árinu 2018 minnst hjá bæði drengjum og stúlkum í Fella- og Hólahverfi, annað árið í röð. Í þessum hverfum er hlutfall fólks á erlendum uppruna hæst en almennt virðist mega að finna tengsl þar á milli. Þáttaka barna í tómstundastarfi er mikilvæg, til dæmis vegna jákvæðra áhrifa á líðan, lýðheilsu og félagsfærni, svo ekki sé minnst á forvarnargildið. Þess vegna er mikilvægt að þessi skekki verði minnkuð og henni vonandi útrýmt. Með tillögunni er stefnt að því að reyna nýja nálgun, það er að segja að gera kerfið opnara og aðgengilegra fyrir þá sem gætu vilja bjóða upp á og skipuleggja frístundastarf á eigin forsendum. Hugsanlega er þannig með þessu verið að virkja mannauð sem kemur fram með nýjar hugmyndir sem gætu höfðað betur til að þeirra hópa sem nýta sér kortið síður. Með tillögunni eru send til skilaboð að Reykjavík líti frumkvæði í þessum efnum jákvæðum augum. Tillögan nýtur stuðnings alls fjölmenningarráðs og fyrir hönd ráðsins mæli ég með því að hún komist í góðan farveg. Takk fyrir. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst til að taka til máls er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Allt sem snýr að börnum, allar upplýsingar frá borginni sem snúa börnum og þjónustu við börn er vissulega mikilvægt að þýða á sem flest tungumál. Tungumál barnanna af erlendu bergi, sem eru erlendu bergi brotin og innflytjendur, bara eins mörg tungumál og þurfa þykir og til þess að skilaboð komist klárlega til skila. Hins vegar varðandi frístundakortið að þá er það sem að mig langar til þess að tala hér er að kannski er ekki tímabært að þýða reglu frístundakortins einungis vegna þess að þessar reglur eru svo ósanngjarnar. Og Flokkur fólksins hefur lagt það til að breyta reglum frístundakort. Það þarf að rýmka þessar reglur til muna til þess að sem flestir og bara nýting verði líka almennileg. Nýtingin er núna allt frá 60% og upp í 90% og misjafnt eftir hverfum. Langminnsta nýtingin er í Breiðholtinu. Og á hverju er nýtingin ekki betra en þetta, það er vegna þess að reglurnar eru alltof strangar. Og það bara, ef við skoðum að þessar reglur, þá eru kröfurnar það miklar að þetta hendar ekkert öllum börnum. Til dæmis er ein af kröfunum að þetta þurfa að vera 10 vikna námskeið. Það er ekkert öll börn sem eru tilbúin til að skuldbinda sig í að fara á námskeið í 10 vikur. Af hverju mætti þetta ekki vera mun skemmri tími? Þó er ekki nema 2-3 vikur námskeið að hægt sé að nota frístundakortið í þetta. Í skemmri verkefni. Þetta er eitt af því sem að ég vil gjarnan sjá að verði breytt. Nú það eru fleiri svona ströng skilyrði sem að veldur því held ég að nýtingin er ekki meira en þetta
Og til dæmis með húsnæði, að húsnæði þurfa að vera, námskeið verða að fara fram þar sem að húsnæði hafi rekstrarleyfi. Þetta til dæmis annað sem að ég held að vel mætti skoða og rýmka til muna. Og þetta líka varðandi, ef við skoðum bara varðandi kennarana eða leiðbeinendur, að auðvitað þurfa þeir að hafa alla sína pappir í lagi, bara eins og gengur, en að vera menntaður í greininni. Ég veit heldur ekki þetta. Þetta mætti alveg örugglega aðeins rýmka og að skoða allavega hvort ekki hægt að rýmka þetta. Nú veit ég ekki hvort að þetta virkilega að vera til trafala í þessu, en engu að síður að þá hef ég áhyggjur aðeins fyrir slöku nýtingu sem kortið það 60% og minnst í Breiðholtinu. Þannig að þetta ekki sanngirni að binda notkursinn svona við félög og samtök heldur einungis í Reykjavík, svo framálar sem að lögheimili barnsins í Reykjavík, að hvað þá að því að það sé hugsanlega sækja 2-3 vikna námskeið í öðru bæjarfélagi. Þannig að það annað dæmi sem mætti skoða. Og ég fyrir hönd Flokks fólksins lagt fram þessar breytingatillögur frístundakortið og hef ekki fengið svar við tillögunni ennþá, hún hefur óafgreidd. Og þess vegna myndi ég vilja sjá beðið með allar þýðingar þar til allan að búa að afgreiða þessa tillögu Flokks fólksins og svona draumurinn að reglurnar verði rýmkaðar, það verði ekki svona strangar og stífar og ósveigjanlegar og í kjölfarið að þá væri hægt að þýða reglurnar og að sjálfsögðu umsókn frístundakortið á hinum mögulegustu tungumálum. Þannig að nú þetta alltaf spurning hvenær tillögu eins og þessari, hvenær hún kemur tilbaka til afgreiðslu, stundum líða einhverja 2, 3, 4 vikur, stundum líður ár. Ég held að ég hafi lagt fram einhverja tillögur í fyrra í júní sem ekki enn hafa komið tilbaka til afgreiðslu, þannig að það er ómögulegt að segja hvað verður það. En ég held sem sagt að það sé ekki gott að þýða þetta núna og síðan kannski verða gerðar einhverja breytingar á frístundakortinu eftir einhverja vikur eða hálft ár eða svo og þá þurfum við að þýða allt upp á nýtt. Takk. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sín. Næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta fjölmenningaráð, ég fagna þessari tillögu, mér finnst hún frábær og ég vek athygli á því að það sem sérstakt við hana að það þarna í rauninni lokaorð tillögunar. Nefnilega að hvað stendur hérna, ráðist verði í auglýsingaherferð á fleiri tungumálum þar sem frístundakort kynnt gagnvart mögulegum skipuleikjum frístundastarfs. Og ég skildi þannig að þarna sé verið að höfða til þeirra til að mynda borgari hér í Reykjavík að erlendum uppruna sem hefðu eftir áhuga á því að skipuleggja sjálfur einhvers konar starf sem myndi þó falla að reglum frístundakortsins sem að þýddi það þá að okkar samborgarar af erlendum uppruna væri þó ekki lengur bara í hlutverki þiggjenda heldur líka gerenda. Og ég held að það sé alveg opaslega mikilvægt skref, þannig að ég fagna þessu mjög. Og hef svo sem ekki fleira það að segja, mjög góð tillaga og mér langar aðeins að rétt að rifja upp kannski allt í lagi að gera það núna. Frístundakortið þá sé langa sögu, auðvitað byrjar þetta með því einhvern tímann, ekki í fyrndinni en fyrir allmörgum árum að þá voru stofnuð frístundaheimili. Næsta skref var held ég 2006 eða 2007 þegar frístundakortið var sett á laggirnar. Og það hefur smán saman elst, fyrst var þetta held ég styrkur upp á 12.000, þetta rennur beint til foreldra, svo 25.000, svo 30.000 og ef maður rétt var 2016 ákveðið að hækka þetta upp í 50.000 eins og það enn þann dag í dag. Nú það stendur öll kynningarefni frístundakorti, ég ætla að lesa það upp með leyfi forseta. Markmið og tilgangur frístundakortsins að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 til 18 ára geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum
frístundakortinu ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og fjölbreytileika í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfs. Og það auðvitað skemmst frá því að segja að þetta frístundakort hefur algjörlega slegið í gegn að því að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir fór að tala það að kannski þar sem hún minnst, og þá rétt að geta þess að eftir því sem ég best veit að við berum okkur saman við önnur lönd, þá eiginlega árangurinn og starfi í frístundum alveg ótrúlega mikið hér í Reykjavík. Og það nefnilega það sem það mest ferið upp í 94%, það var allavega síðast ári meðal drengja í grafi og 87% meðal stúlkna í Vesturbænum, og það sem það minnst því miður, það í Fell- og Hólahverfi eins og oft verið rætt en það þó meðal drengja 70% eða 69%. Og það í raunin alveg ótrúlega mikið, og mér finnst við ættum ekki svona einblína of mikið á hið neikvæða varðandi þetta hverfi. Það 69% hjá drengjum og 66% stúlkum. En það alveg ljóst að við viljum bæta úr þessu, og það rétt, það íbúasamsetningin dálítið öðruvísi en í flestum öðrum hverfum borgarinnar, og þess vegna held ég að nákvæmlega þetta atriði að gera fleirum kleift að bjóða upp á frístundastarf sé mjög nauðsynlegt og gott starf, því að það getur verið að þeim sem að það hefði áhuga á því þetta eitthvað annað í hug en okkur, vegna þess að það menningin mismunandi í ýmsum löndum, áherslu íþróttagreinar mjög mismunandi. Hér mjög mikill áhuga á knattspyrnu og handbolta, mér skilst það í Póllandi sem mikill áhugi á blaki, og svo getur verið í ákveðnu menningarheimi mikill áhugi á dansi. Þannig að það getur orðið verulega mikill ávinningur af þessu, og reyndar það þannig, ég sá nýlega súlurit í hvað frístundakortið notað, og það langmest í knattspyrnu, en tónlistariðkun kemur ótrúlega hátt inn líka sem nú fagnaðarefni, og dans einhvers staðar líka á blaði, þannig að þetta í dag nokkuð fjölbreytt. En ég held að þetta sé mjög gott skref, og fyrsta vers auðvitað að gera allt efni eins aðgengilegt og mögulegt Ég verð þó líka að koma inn á það að þess vegna reyndar getið í greinargerð held ég með tillögunni að það þegar búið að þýða reglur á allavega ensku og fleiri tungumál, og mér finnst rétt að þá komið fram að það verði að vinna því að þýða almennt kynningarefni á frístundakortinu á tælensku, litóísku, pólsku, víetnamsku, rússnesku, arabísku, ensku, spænsku og filipísku. Það hefur hins vegar verið mjög mikið miðað við notendur frístundakortsins, ná til foreldrana. Þarna svo ég segi það nú aftur, verður held ég, skilji þetta rétt, verið að stiga nýtt skref og höfða til þeirra sem hefur hugsanlega áhuga á að bjóða upp á frístund, og þá þurfa þeir að fá efni þýtt á sín tungumál, og ég fagna tillögunni og legg til að henni verði vísað til menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið mál sínu. 2 borgarfulltrúi að biðja að veita andsvar, fyrst að Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúar og fjölmenningarráðsfulltrúar. Ég bara tek undir mikilvægi þessara tillögu, það mikilvægt að hafa aðgengi að upplýsingum og þetta sé á sem flestum tungumálum, þannig að mér langaði bara í því skyni að spyrja hvort að það væri hugsað að þetta líka þýtt sem sagt yfir á pólsku, því það sérstaklega fjallað að upplýsingar verða aðgengilegar á íslensku og ensku í tillögunni ef ég að skilja þetta rétt, þannig að mér langaði bara að koma því á framfæri að ég tel að þetta sé mikilvægt í ljósis hvað það eru margir hér í borginni sem að hafa pólsku að móðumáli, þannig það einu sem mér langaði að koma á framfæri, en bara tek undir það sem framkemur í þessari tillögu. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, veitir það andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Já, það var einmitt það sem ég var að segja áðan með því að rýmka reglurnar, þá munum við geta
gefið fleiri tækifæri til þess að nýta það og ég vil svona aðeins bara vísa í þessi borgarfulltrúi Hjálmar Sveinssonar að segja að með því að einblína á hið neikvæða, segir hann, en einmitt kannski er það þannig að stundum með því að einblína á hið neikvæða að þá verið með því að benda á það sem betur mætti fara og það var það sem ég var að segja áðan að það er hægt að gera þetta betra, það er hægt að opna þetta meira til þess að fleiri börn geti nýtt sér þetta. Og aftur þetta með 10 vikna námskeið, fyrir sum börn er þetta bara mjög langur tími og þeim þykir erfitt hugsanlega að skuldbinda sig í svo langan tíma. Þannig að þetta ætti að vera borgarmeirihlutanum að meina lausu, að skoða þessar reglur upp og nýtt og fara í gegnum það með hvaða hætti mætti hugsanlega gera þær rýmri. Ég veit ekki hvort ég má hér með leyfi forseta nota tækifærið og lesa bókun í þessu máli, þá er það bara frá en sjálfsög get ég komið aftur til þess. Þá les ég bókun Flokks fólksins í þessu máli og það er borgarfulltrúi Flokks fólksins finnst mikilvægt að bíða með þýðingar á frístundakortinu þar til afgreiðslu tillögu rýmkun regluna liggur fyrir. Breyta þær reglum með frístundakorti. Þær eru of strangar og því mikilvægt að rýmka þær til að fleiri börn geti nýtt sér kortið og þá ekki síst börn innflytjenda. Í sumum hverfum nýtingi rétt rúmlega 60% og er langminnst í Fella- og Hólahverfi. Varla er það ásættanlegt. Það til þess engin sanngirni í að binda notkun kortsins við félög og samtök sem eru einungis í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu svo fremi sem viðkomandi barn á lögheimili Reykjavík. Það er líka óraunhæft að skilyrða kortið í 10 vikna námskeið hið minnsta. Mörg börn treysta sér ekki til að skuldbinda sig í svo langan tíma en myndu gjarnan taka þátt í styttri námskeiðum. Eins er fráleitt að setja sem kröfu að kennarin eða leiðbeinandi þurfa að vera með menntun í því sem er kennt á námskeiðinu svo fremi sem hann hafi alla sína pappíra í lagi og sé eldri en 18 ára. Húsnæði þar sem námskeið fyrir fram þarf að vera með rekstrarleyfi er að sama skapi óþarfa skilyrði. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar. Það andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta fjölmenningaráð, ég gat þess áðan að þáttaka í frístundakorti er ótrúlega mikil, hún er flestum hverfum nálægt 90% og mér finnst það ekki benda til þess að þessi ákveðin 10 vikur séu mjög bindandi eða þrengjandi eða heftandi. Þvert á móti árangurinn er ótrúlega mikill og mjög gleðilegur og þetta hefur verið þverpólitísk samstaða þetta og það er engin einn flokkur sem getur eignað sér þetta, það er líka mjög mikilvægt. Ég vil líka hvetja borgarfulltrúa til að fara að vera svolítið nákvæm í tölum. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur tvisvar sem sagt að það síðan minnst eða 60%, rétt tala er 69%, þannig að með runnuð af er það 70%, það er að segja 64% og 69%, svo við séum alveg nákvæm, þannig sem það er minnst. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og þá hafa ekki fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu lokið. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að snýra því að vísa tillögunni til menningar, íþrótta og tómstundaráðs og verður hún nú borin upp. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Allir borgarfulltrúar virðast verið í salnum, já, og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu og eru það borgarfulltrúar sem hafa hér atkvæðið sér rétt að vísa þessu í menningar, íþrótta og tómstundaráð. Eru borgarfulltrúarnir tilbúnir í atkvæðagreiðsluna? Já, glæsilegt. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Og er það samþykkt samhljóða? Takk fyrir það. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga tilraunaverkefni rafræna upplýsingagjöf
og það Sabine Leskop, formaður fjölmenningaráðs, sem að ber hana upp. Takk hana. Borgarfulltrúar og fjölmenningaráð. Ég ætla sem sagt hér að ræða upplýsingagjöf til innflytjenda. Þörfin eru mikil. Það hafa sýnt niðurstöður fjölmenningarþings sem hefur verið okkar aðal samtalsvettvangur við innflytjendur. Þau hafa sem sagt alltaf sýnt það á aukna þörf fyrir góða upplýsingagjöf. En þarf þetta yfirleitt að vera eitthvað sérverkefni? Að því að við viljum ekki jaðarsetja þennan hóp en frekar. Sem sagt, kannski, jú, helst ekki. En veruleikin annar, sumt að þessu mjög sérhæft. Við höfum ekki þessa þekkingu allstaðar, en í öðrum málum stoppa það kannski tungumálakunnátta eða einfaldlega grunnþekking á hvar upplýsingar að finna. Fólk gefst upp eða treystir sér ekki að biðja aðstoð, af því að það mjög íþyngjandi að þurfa alltaf að biðja aðstoð og hjálp. Eða að það vantar fjölmenningafærni og næmi hjá þeim sem að veita ráðgjöf. Eftir að Alþjóðahúsið lokaði árið 2010 hefur Reykjavíkurborg sinnt ráðgjöf og upplýsingagjöf til innflytjenda í breytilegri mynd og með hléum. Upphaflega var veitt ráðgjöf á þjónustumiðstöð miðborgar Hlíða, tímabil í Borgartún, í Ráðhúsinu, bókasafni, tímabil var verkefni hér í gangi í Ráðhúsinu, þar sem ráðgjafa sendu ráðgjöf ásamt fulltrúum mismunandi sviða. Nú starfa sérfræðingar innflytjendamála mannréttindaskrifstofu en einnig spila þjónustumiðstöð mjög stórt hlutverk í þessu, sérstaklega má það nefna Breiðholt og miðborg og Hlíðar. Þannig að það eru fleiri svið borgarinnar sem hafa forsendu að taka samtal og vinna í þessu máli. Einnig starfa samkvæmt stefnu í málefnum innflytjenda, umsækjendum alþjóðlega vernd og flóttafólks, sérfræðiteymi meðal starfsmanna borgarinnar sem hafa sérþekkingu í málefnum innflytjenda. Upplýsingagjöf til innflytja hins vegar stórt verkefni og flókið sem sveitarfélagið getur ekki sinns lýs. Heldur þarf að vinna þetta í samvinnu við ríkið og jafnvel önnur sveitarfélag. Þegar Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur var með einstaklingsráðgjöf, það voru yfir 80% erinda ekki beintengt þjónustu sveitarfélagsins. Hins vegar nauðsynlegt að ráðgjöf sé nákvæmlega þar sem nærsamfélag og innflytjendur gera sér oftast ekki grein fyrir mörkunum á því hvað tilheyrir ríkinu og sveitarfélaginu, ekki frekar en margir borgarbúar af íslenskum uppruna gera mjög oft. Þannig hvað til ráða? Jú, það liggur nú fyrir þingsályktunartillaga ráðgjafarstofu innflytjenda og við hér í borginni þurfum að senda skýr skilaboð að við erum tilbúin í samstarf, eins og við höfum gert nú þegar reyndar og margsinnis, og ég bind mikla vonir reyndar við þetta samstarf og þessa þróun. Við höfum líka hér í borgarstjórn samþykkt að innleiða svokallað árbæjarverkefni í fleiri hverfum sem heildstætt móttökuna áætlun sem alveg til fyrirmyndar. En í sambandi við upplýsingagjöf þá erum við oftast fyrst og fremst að hugsa þau sem eru nýflutt til landsins og það á alveg rétt á sér. Þá eru þörfin mjög mikil, maður kemur hingað og veit mjög lítið og nauðsynlegt að sjálfsögðu að byrja vel. En í byrjun ársins þá birti Hagstofan mjög ítarlega greiningu í sérhefti málefni innflytjenda sem ég skilst að hefur farið inn í einhver ráð hér, sem ég hvet alla að kynna sér. Það kom fram að á síðustu 15 árum það hefur verið mjög mikið flæði, sem sagt mikið að fólk flutt til landsins og farið aftur, að sjálfsögðu mikið í bylgjum í kringum hrunárin, en það sem vakti mína athygli var að, veit ekki hvað það má kalla það stofnun, en allavega fjöldi þeirra sem hafa búið hér yfir lengra tímabil. Þessi tala þetta hefur vaxið stöðugt, nánast í beinni línu og breytti í rauninu engu í því.
Þannig að það eru fleiri og fleiri sem búa hér til langstíma, ekki bara tímabundin. Og margt af þeim málefnum sem var að sveitarfélög eru nefnilega mál sem koma ekki fyrir en kannski aðeins seinna. Sem búin að velja hér líka. Ég þarf kannski ekki að velta mismundi möguleikum á sorphirðu fyrir mér ef ég býr í húsnæði þar sem þetta er ekki á minni forráði. Og þannig ég byrja ekki að hugsa það en ég þarf sjálfa ákveða hvaða tunnur ég ætla að velja. Og fólk sem hefur ekki enn eignast börn hefur mjög takmarkan áhuga á leikskólamálum og svo mætti lengi að telja. Þannig að tillagan sem ég flytt hér fyrir hönd Fjölmenningarráðs með leyfi forseta, Fjölmenningarráðið leggur til tilraunaverkefni sem snýr að rafrænni upplýsingagjöf fyrir innflytjendur með vefspjalli eða rafrænni gátt sem svarar fyrirspurnum á öðrum tungumálum en íslensku innan skamstíma. Mikið þekking eins og ég nefndi til staða bæði á Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og á þjónustumiðstöðvum borgarinnar sem hægt væri að nýta í þetta verkefni. Bæði varðandi sértækja upplýsingaþörf innflytja sem á öðrum málefnum borgarinnar. Einhver tungumálakunnáttu til staðar, til dæmis á ensku pólsku, og gera má ráð fyrir að mestu fjöldi fyrirspurna best á þeim tungumálum. Erindi á öðrum tungumálum mætti frumgreina með hjálp rafrænna þýðingartóla. Ég sem menntaþýðandi svolítið gagnrýni á sumum þannig að það þarf að hafa fyrirvara á því, það þarf að útskýra mjög nálægt hvað Google Translate getur gerst og hvað það getur ekki gerst. En það getur verið fyrsta skrefið. Skýra reglur þurfi að vera bæði varðandi verklag og hvenær ætti til dæmis að vísa viðkomandi til sérfræðinga á öðrum sviðum borgarkerfisins, til dæmis skóla, frístundi eða velferðarsvið, og hvenær þurfti að kalla til tólk eða fá aðra aðstoð varðandi tungumál. Kannski, og það bara svona auka áhugamál hjá mér, gæti þetta verkefni líka verið hvatning innan borgarkerfisins að tungumálakunnáttu sem virkilega gagn er af í starfinu með fólkinu sem þjónustu þarf að ná til, sem sagt allt annað en skóladönsku á pappírs, verið metin herra en hingað til hefur verið. Telja má öruggt að með þessari aðgerð væri hægt að mæta brýnni þörf, en einnig spara vinnu og fjármagn með því að leysa mál snemma á skilvirkan og einfaldan hátt. Þetta væri einnig gott dæmi þar sem Fjölmenningarráð gæti verið öflugt að útfæra og þarfagreina verkefnið, finna fólk til að pröfukæra og svo framvegis, sem sagt nýta það bakland sem við höfum dreift þar. Við erum nú þegar með öflugt vefspjall hjá borginni, þannig að það væri hægt til dæmis að vinna eitthvað með því. Ég skoði heimasíðuna hjá Osloborg, það til dæmis var hægt að forvelja málaflokkar og þá gætum við líka haft einhverju stjórn á því að við drukknum ekki í fyrirspurnum sem einungis Útlendingastofnun getur svarað. Þannig að það væri alveg möguleikar í því. Já, sem sagt hér á þessum vettvangi hefur oft verið rætt grunnþjónustu borgarinnar og ég held að ekkert gæti verið meira grunnþjónusta en að tryggja öllum borgarbúum aðgang að borginni, þjónustu hennar og öllum þeim möguleikum sem hún býður upp á svo allir hér geta notið sín til fulls. Sabine Lepskov hefur lokið máli sínu. Næsta málundaskrá er Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn og kæra Fjölmenningarráð. Ég byrjaði að þakka fyrir þessa tillögu og fyrir vinnu Fjölmenningarráðsins við undirbúning þessa fundar. Ég fagna því að séum hér að veita Fjölmenningarráði enn beinni aðkomu að störfum borgarstjórnar, þar sem að ráðið er nú að leggja fram þessar tillögur, en það er í fyrsta sinn að þessi sameiginlegi fundur borgarstjórnar og Fjölmenningarráðs er með þessum hætti. Á árlegu fjölmenningaþingi Reykjavíkurborgar hafa komið upp athugasemdir þörf á betri upplýsingagjöf til fólks af erlendum uppruna á öðrum tungumálum en íslensku. Þessi tillaga ítrekar þá þörf. Upplýsingar eru valdeflandi og forsenda til að sækja okkur þá þjónustu sem við eigum rétt á. Forsenda þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Við verðum að stíga enn frekari skref í þá átt að minnka hindranir innflytjenda í samfélagsþátttöku og þjónustu nýtingu.
Þetta er þörf sem við tökum alvarlega og verið að leita leiða til að bæta aðgengi fólks af erlendum uppruna að upplýsingum og þar með samfélaginu. Reykjavíkurborg þjónustar innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk á margvíslegan hátt og að finna sérfræði frútt starfsfólk í þessum málaflokkum inni á sviðum, skrifstofum og þjónustumiðstöðvum. Verðugt verkefni í aukinni upplýsingagjöf er til dæmis að draga saman upplýsingar þá góðu þjónustu sem nú þegar í boði. Mörg erindi sem berast frá fólki af erlendum uppruna snúa þó ekki að þjónustu borgarinnar, heldur snúa til dæmis almennt að skorti á upplýsingum mál eins og skattamál og tryggingamál, svo dæmi séu nefnd. Því vantar í raun sameiginlegan vettvang fyrir upplýsingamiðlun sem grundvallast á samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Ber ég í þessum efnum væntingar til þingsályktunartillögu stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda sem lögð var fram í haust. Við í Reykjavíkurborg myndum taka slíku fagnandi og gera okkar til að það mætti verða að veruleika. Þessi hugmynd sem hér er lögð fram í takt við stefnumörkun borgarinnar, sérstaklega þjónustustefnu, innflytjendastefnu og upplýsingastefnu. En kemur einnig fram í aðgerðaáætlun mannréttinda og lýðræðisráðs fyrir 2019 til 2023. Í innflytjendastefnu kemur fram að öll starfsemi borgarinnar skal standa innflytjendum jafn, opin og öðrum. Í upplýsingastefnunni kemur fram að tekið sem mið af því að borgarbúar eru ólíkir og hafa ólíkar þarfir fyrir upplýsingar og framsetningu þeirra. Reykjavíkurborg miðli upplýsingum og hanni upplýsingakerfi eftir notenda miðuðum leiðum og aðferðum svo að viðmót upplýsinga lagi sig að notendanum, þörfum hans og tækni umhverfi. Í þjónustustefnunni kemur fram að þjónustuveiting skal vera skilvirk og eins aðgengileg og fyrirhafnarlítil fyrir notendur hennar og kostur á. Skipuleggja skal þjónustu borgarinnar þannig að einfalt sé fyrir notendur að bera sig eftir og fá þjónustu án þess að þurfa að hafa mikla innsýn í borgarkerfið. Í aðgerðaáætlun mannréttinda og lýðræðisráðs stendur hreinlega að veita skuli þjónustu á netspjalli á vefsíðu Reykjavíkurborgar á öðrum tungumálum en íslensku. Úr því að hugmyndin hér lögð fram af fjölmenningaráði sem samráðsvettvangur Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda og tekið því sem svo að þessi aðgerð þurfi að vera í forgangi. Þessi þjónusta borgarinnar skipulögð þegar þjónusta borgarinnar skipulögð á að taka mið af þörfum ólíkra hópa, þar með talið innflytjenda. Að hefja upplýsingagjöf eða þjónustuveitingu í gegnum netspjall tímabær þróun í þjónustu borgarinnar. Þetta þegar gert á íslensku með sérstöku spjallkerfi og mjög vaxandi eftirspurn eftir því að hafa samband á þann hátt við borgina. Næstu skref síðan að útvíkka verkefni yfir á hefðbundna spjallmiðla og hér væri líka ástæða til að skoða útvíkun hvað varðar tungumál, eins og hér lagt til. Ágætt að hafa í huga við þurfum að geta haldið utan samskipti sem fari gegnum spjall og að skoða kerfi vegna þessa. Ástæðan að þau samskipti sem þarna fari gegn geta oft á tíðum talist sem stjórnsýslu erindi og því ber okkur skylda til að gæta öllum reglum þar í kring. Þessi tillaga kann því að hafa í för með sér afleiddan upplýsingatæknikostnað, þó að sé ekki víst. En þetta meðal þeirra atriða sem þarf að rýna nánar. Það eru margar spurningar sem vakna hvernig skipulaginu ætti að vera háttað í kringum svona verkefni og ekki svo einfalt að svara þeim hér og nú. Þarnast góðrar yfirlegu og yfirferðar og leggja til að slík rýning fari fram í mannréttinda og lýðræðisráði og að tillögunni verði vísað þangað. Takk. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir ekki máli sínu. Næsta mældarskrá Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér ræðum við tillögur og greinargerðir vegna fundar fjölmenningarráðs með borgarstjórn hér í dag og hér eru lagðar fram 5 tillögur með greinargerðum sem allar eru mjög góðar. Til þess að útskýra það fyrir þeim sem kannski eru að horfa hér í útsendingu hér á þennan fund, þá það svo að
ræðutími var takmarkaður og flokkum og minnihluta og meirihluta voru úthlutað ákveðin slott hér í þessar umræðu, þannig að ég til dæmis sem oddviti Miðflokksins get ekki tekið þátt í umræðunum allar 5 tillögunar, þannig að okkur var úthlutað hér þessum tíma og þessum tillögum sem að við ræðum hér og það féll í minn hlut að ræða hér tillögum tilraunaverkefnum rafræna upplýsingagjöf. Ég fagna því að þessar tillögur séu komnar fram, en svona efnislega ætla ég nú að segja það hér í byrjun að ég harma það að þetta sé ekki komið hér til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar. Hér notaður sami takturinn eins og í öllum málum hér í borgarstjórn, að þessu vísað eitthvert annað. Hér fjölmenningarráð búið að leggja mikið á sig til að skila hér inn til borgarstjórnar þessum tillögum með vönduðum greinargerðum í öllum 5 tillögunum, og það mjög bagalegt og raun sorglegt að borgarstjórn eða meirihluti skuli ekki treysta sig til að samþykkja þessar tillögur hér í dag vegna þess að hér liggur mikil vinna að baki. Ekki einu sinni þessar tillögur fá endanlega afgreiðslu hér í borgarstjórn, sem segir okkur það að það eitthvað meiri háttar að hér í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar, að borgarstjórn, þetta fjölskipaða stjórnvald við 23 lýðræðislega kjörni borgarfulltrúar, fáum ekki að greiða atkvæði hér eitt einasta mál. Ég verð nú bara að segja þetta hér í byrjun. Allar þessar 5 tillögur, þeim eru vísað inn í ráðin á ný. Út af hverju fjölmenningarráð ekki treyst til þess að koma hér með endanlega tillögur inn í borgarstjórn? Hér byrjað á röngum enda. Þessar tillögur áttu að vera fullbúnar í samráði við ráðin sem að verið að vísa tillögunum í stað þess að þetta kemur hér fram, síðan vísað í ráðin. Þá raunverulega fjölmenningarráð búin að missa yfirsýnina, missa tökin á þeim tillögum sem hér liggja fyrir. Þetta ekki góð stjórnsýsla. Og forseti, ég varð bara að koma þessu hér að til þess að svona raunverulega afhjúpa það hvernig borgarstjórn Reykjavíkur vinnur undir stjórn borgarstjóra og þessa meirihluta. Því miður það svo. En hér kom formaður mannréttindaráðs borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir upp á undan mér og talaði hér þessa tillögu varðandi rafræna upplýsingagjöf og ég henni að mörguleyti sammála. En þannig vill til að þessi tillaga sem ég hér að ræða á einmitt að vísa inn í mannréttindaráð þar sem að borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir formaður. Ég verð þá að treysta því, ég hef ekki sagt í mannréttindaráði, þannig að nú verð ég að treysta því að mannréttindaráð fari vel með þessa tillögu og haldi henni að mestu óbreyttu eins og fjölmenningarráð leggur hana fyrir hér. Ég get einhvern treyst það, en ég treysti fjölmenningarráð og ætlaði að samþykkja allar þessar tillögur hérna í dag. En því miður þetta endanlega afgreiðsla, þannig að þetta svolítið sjónarspil sem á sér stað hér í borgarstjórnarsalnum í dag, því miður. Vegna þess að allar þessar 5 tillögur, öll þessi 5 mál mjög brýn til að auka hér réttindi þessa hópa sem fjalla hér í þessum tillögum. Það sem að ég saknaði að vísu í þessum tillögum frá fjölmenningarráði, það kostnaðargreining á hverju verkefni. Kostnaðargreining á hverju verkefni, því að maður þarf ekki að lesa lengi þessar tillögur, þá sér maður það að þetta til útgjalda auka fyrir borgina. Sífellt klifið á því þegar við í minnihlutanum berum upp okkar tillögur hér að þær séu ókostnaðargreindar. Þá ekki rétt að byrja heima og þegar tillögur koma frá ráðum og meirihlutanum að þær séu einmitt kostnaðargreindar. Ég lagði hér til dæmis fram tillögu sem var felld í borgarstjórn varðandi það að hækka frístundakort úr 50.000 upp í 100.000 krónur. Kostnaður við það 350 milljónir, það minna en 1 braggi og sú tillaga var felld sem dæmi. Mér var legið að háls að sú tillaga væri ekki kostnaðargreind og væri nú fljóta að reikna það út hvað þetta kostaði. Þannig að þetta svona hálfgerður hráskina leikur sem á sér stað hér. Það sem að ráðin sem fá þessar tillögur til sín eftir þessar vísunarafgreiðslur, atkvæðagreiðslu hér verða að hafa í huga, það það að þessi verkefni sem eru farið í hér á vegum borgarinnar skarist ekki mikið við núverandi verkefni ríkisins.
Ég tel að verða að vera meira samráð við eins og Rauða krossin og Útlendingastofnun og fleira þannig að þetta verði sem skilvirkast og að peningar Reykjavíkurborgar og ríkisins nýtist sem best. Þannig að nú þetta ákall til ráðana sem þessa tillögu fara inn í að skoða það samspil mjög vel. Hauksdóttir lokið máli sínu og það hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti. Mér finnst bara mikilvægt að undirstrika feril málsins. Það hérna samráðsvettvangurinn okkar fjölmenningarráðs sem að kemur með þessar tillögur, þessar hugmyndir og það bara eðlilegt að þetta fari í frekari rýningu á þeim faglega vettvangi sem að við höfum til þess sem bæði í rauninni velferðarráð í sumum málefnum og svo mannrétt og lýðræðisráð í öðrum sem að tengist þessu einmitt og svo í öðrum tillögum það aðrir vettvangar sem að myndu taka þetta inn og fjölmenningarráði hefur kannski ekki haft svigrúm eða tækifæri til þess að fara í þessa eða nauðsynlega kostnaðarmat sem að þarf að liggja fyrir. Það eina af ástæðunum fyrir því að það væri gott að vísa þessu til fagráðsins. Það þarf líka að setja þessar tillögur í faglegt samhengi við það sem nú þegar verið að gera hjá ráðum og sviðum svo að vinnan verði markviss en ekki handahófskennd. Vil ég einnig undirstrika það að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur aðgang af þessu ráði með því að tala við fulltrúa í ráðinu, þar á meðal mig, þannig að ég tek þetta bara til mín, að hún hafi áhuga á því að það verði farið vel með þessa tillögu og get lofa því að við hyggjumst fara vel yfir þetta og höfum áhuga á þessu máli eins og fram hefur komið. Það hafði Dóra Björk Guðjónsdóttir svarað andsvari og þá mun Vigdís Hauksdóttir svara andsvari. Gjörðu svo vel, Vigdís. Forseti borgarstjórn ágætu tilheyrendur, ég þakka þetta ansvar. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur kannski ekki alveg heyrt það sem ég sagði en ég tel að það sé verið að byrja með málin á vitlausum enda. Ég fór vel yfir það. Ég tel að þessi vinna sem framundan inn í ráðunum átt að vera yfirstaðin með fjölmenningarráði áður en tillöguna kom fyrir borgarstjórn. Þannig að við 23 borgarfulltrúar gætum greitt atkvæði með þessum góðu tillögum, ekki eftir á. Ég tel og þess fullviss og fullir það hér að það sé verið að byrja á röngum enda og hér ekki verið að kasta rýrð á neitt, ekki neitt. Ég búin að fara yfir það að fjölmenningarráð hefur sinnt starfi sínu mjög vel en það náttúrulega eitthvað að stjórnuninni, þeir sem stjórna, þeir sem í meirihluta að koma fram með þessa málsmeðferð hér í dag. Ég að tala um það. Tillögunar átt að koma hér fullbúnar og vera búnar að fara í gegnum samráð í ráðunum sem hefur verið að vísa þeim til í dag. Þannig við gætum greitt atkvæði þessa góðu tillögur. Nú verið að gera mér það ókleift sem kjörnum fulltrúa að greiða atkvæði þessa tillögur og greiða þeim atkvæði mitt með því að taka upp gamla taktin sem ég efast að standist stjórnsýslulög sem kom fram í skýrslu innri endurskoðanda árið 2013, afsakið ekki innri endurskoðanda heldur kom fram hér í stjórnsýslu úttekt í borginni 2013 að borgarstjórn þyrfti að taka til sín það vald sem hún samkvæmt sveitarstjórnarlögum að greiða endanlega atkvæði þær tillögur sem hérna eru og hætta þessum vísunar tillögum. En síðan eru liðin mörg ár og ekkert hefur breyst og nú þetta svona. Því miður mér ekki gert það kleift að greiða atkvæði hér í þessum sal þessar góðu tillögur. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Þá mun Dóra Björk Guðjónsdóttir aftur veita andsvar við ræðu. Vigdísar. Forseti, það sem að mér þykir eðlilegt að frumkvæðið komi frá grasrót og að málið sé ekki matreitt í fagráðunum ofan í grasrótina og samráðsvettvangi bara til þess að vera stimplað hjá honum svo að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir geti staðið og klappa sér á bakið fyrir að taka svo vel í hugmyndina sem kom upprunalega frá fagráði. Samráð snýst lýðræði.
Nú er Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar, þannig að Vigdís Hauksdóttir svara andsvar öðru sinni. Forseti borgarstjórn, ágætu tilheyrendur, hvaða skítapilla var þetta nú frá formanni Mannréttindaráðs? Ég bara alls ekki neitt hér að teika hér einhverja góða tillögur. Eina sem ég að fara fram á það að ég fá að greiða atkvæði góðar tillögur. Hvaða skítapilla var þetta? Að ég þyrfti að klappa sjálfur mér á bakið og stela hér einhverjum tillögum frá öðrum? Já, fulltrúi Pírata í borgarstjórn kannast við það að stela tillögum frá borgarfulltrúum, ég veit það, en í guðanna bænum ekki gera mér upp þann hildarleik sem að borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir stóð hér frammi fyrir áramót. Þetta, sjáu þið málefna skortin og rökþrotið. Ég einungis að fara fram á það að fá að greiða einhvern tímann atkvæði hér í þessum borgarstjórnarsal tillögur sem liggja fyrir borgarstjórn í stað þess að öll mál eru svæfð inn í ráðum og nefndum borgarinnar. Ég raunverulega bara að afhjúpa þetta og þá fæ ég þá skítapillu frá borgarfulltrúanum að ég syrgi það að geta ekki klappa sjálfur mér á bakið. Ég svei þetta. Það hefur Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Þá hefur komið fram málsmeðferðartillaga að þessari tillögu verði vísað til Mannréttinda- og lýðræðisráðs. Eru allir í salnum? Þeir sem að, já, Vigdís kom inn, það vantar, hver hún? Já. Þá allir komnir í salinn og það er komið sumar í fólk í borgarstjórn og þá greidd tillaga það að vísa málinu til Mannréttinda- og lýðræðisráðs til frekari vinnslu. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Þeir sem á móti kunna vera Kolbrún Baldursdóttir hefur kynnt bókun og allar að kynna hana núna. Forseti, borgarstjórn, bókun Flokks fólksins undir þessum lið sem að líka taka fram að áskaplega ánað að styðja þessa tillögu, en bókunin svona: rafræna þáttinn þarf að styrkja en hafa verður einnig í huga að sumir nota einfaldlega ekki netið. Rafræn áhersla orðin svo rík í vitund margra hættir að gleyma þeim sem nota sjaldan eða aldrei netið og eru jafnvel einungis með heimasíma og póstkassa. Borgarfulltrúar Flokks fólksins leikur forvitna á vita hvort einhverjar upplýsingar eru til algengi tölvu- og netnotkunar íbúa erlendum uppruna. Hvernig okkur gengur að koma upplýsingum til fólks ætti að vera spurning sem við spyrjum okkur daglega. Mikilvægt að hafa fjölbreyttar leiðir í boði til að miðla upplýsingum til allra borgarbúa og meðtaka upplýsingar eftir atvikum. Þegar Alþjóðahús var starfrækt var það einmitt eitt af hlutverkum þess að halda úti fræðslu og upplýsingadeild og aðstoða fólk að varða íslenskt samfélag. Fyrir suma skilvirkast að geta mætt á ákveðin stað og fá tækifæri til þess að ræða við starfsmann í eigin persónu eins og var hægt þegar Alþjóðahús var starfrækt. Vel kann að vera að skoða ætti að endurvekja Alþjóðahús. Kolbrún Baldursdóttir hefur kynnt bókun í þessu máli. Þá tekið fyrir þriðja tillagan frá Fjölmenningarráði sem tillaga að menntun verði metin og viðurkennd. Og til máls tekur Túi Hírf og hún hjartalega velkomin hér í pontu borgarstjórnar. Ágæti forseti og kæri borgarstjórn og borgarfulltrúar og kæri gestir. Ég heiti Túi
fulltrúi hér og hér fyrir hönd Sameikis sem ný heiti fyrir nýtt stéttarfélag sem samanstendur af starfsmannafélag Reykjavíkurborgar og SFR og sem þetta stéttarfélag í almannaþjónustu. Og ég bara mjög þakklátt fyrir að vera með, bæði í fjölmenningaráð og hér með ykkur í dag. Og bara svona taka þátt í þessu. Og ég ætla að lesa fyrst upp tillöguna áður en ég fer aðeins lengra og hér stendur það sem við vorum öll sammála og skilum frá okkur að fjölmenningaráð leggur til að Reykjavíkurborg fari í átak til þess að kynna og styðja starfsmenn borgarinnar sem eru af erlendum uppruna í því að fá menntun sína metna og viðurkennda. Þetta mín mál ég ætla að fjalla aðeins stöðu háskólamenntaða innflytjandi hér á íslenskum vinnumarkaði og aðeins hugsa leiðir hvernig væri hægt að nýta starfskraft aðeins skilvirkra hátt. Og ég verð að aðeins segja frá bara mín eigin bakgrunn og aðlögunarferli af því það svo lýsandi fyrir ástand almennt. Ég sem sagt frá Íslandi og búin að búa hér á Íslandi í 6 ár. Ég með íslenska mann og sem sagt ég ekkert dæmgerð austur-evrópskur innflytjandi sem kemur hingað bara leita betri líf, heldur var lífið mitt ágætt í Íslandi en ég bara fylgdi fjölskylda mína því það eina sem ég get, ég var mjög ánægð að hafa komið. En það hefur verið mjög mikið basl. Ég söngkona og tónlistarfræðingur og þegar ég mætti 2015 þá var mætti fyrir en 2015, ég man eftir því, ég var atvinnulaus og ég fór til Vinnumálastofnunar og þá spurði konan, ráðgjafi, hvað eigum við að gera fyrir þig? Eigum við að skrá að þú ert að leita vinnu sem tónlistarfræðingur? Ég sagði, það eru engar tónlistarfræðingar á Íslandi og það engin störf fyrir tónlistarfræðingar, það ekkert einu sem ég kenndi í háskóla. Þá spurði hún, hvað gerum við þá? Hvað viltu gera? Viltu vinna í leikskóla? Ég sagði, já, af hverju ekki? Og svo sótti ég vinnu í leikskóla og fekk svar strax daginn eftir. Það var leikskólastjóri sem las yfir umsóknina og vann þar skólabróður sinn, þar sem stendur maki. Og þess var ráðinn og vann þar í 1 ár og þá fekk ég með launaflokk og samkvæmt því að ég ekkert með menntun í kennslufræði en með háskólamenntun, allt í lagi. Og sama ár byrjaði ég að læra í MBA námi í HR, ég gerði með svona stjórnendagráðu en þetta fannst leikskólanum svolítið mikið bara vesen í kringum mig að ég var alltaf 4 daga í mánuði í burtu og svo var mér sagt að ég þarf að velja milli MBA námi og starfi í leiðbeinandastöðu í leikskóla að því ég var að mennta mig úr starfinu. Ég ákveði að halda áfram námi, ég vann hálft ári bara í tónlistinni og var svo aftur peningaði kláraðist í verkefninu og ég var aftur atvinnulaus. Þá fór ég að sækja vinnu í leikskólum, bara með það grundvelli að ég hafði unnið áður í leikskóla og ég sendi út, ég held 6 eða 8 umsóknir sem ég bara svaraði. Það var samt auglýsing á vef Reykjavíkurborgar og ég sótti 8 leikskólum eða 6. Ég fekk 1 svar og svarið var neikvætt. Þannig að ég komst ekkert að vinnumarkaði. Og svo fekk ég, það var tilviljun að einhver fjölskylduvinur var leikskólastjóri og þekkti einhver sem þurfti manneskuna. Og ég fekk vinnu í núverandi leikskóla, það sem ég mjög ánægð. Og svo þegar ég var útskrifaði stóri með MBA gráðu og var þá komin með 2 mastersgráður, þá var ég í gegnum ferlið til að sjá hvort ég fæ eitthvað metin, eitthvað hækka launin og kom í ljós að það bara hægt að fá aðra mastersgráðu, metna ekki bæði. Og mín fyrsta tónlistarfræði gráða telst diplómanám að því ég var 5 ári námi en það var á þessum tíma í Íslandi, akkurat í þessum skóla, var 4 ára BA-nám og 1 árs MA-nám, þó að einingafjöldi sé sama, svona ég fekk 1 launaflokk fyrir 2 mastersgráður í leiðbeinandastöðu.
þetta spurning af hverju starfa ekkert sem tónlistafræðingur eins og ég sagði, það þessir ákvarðanir sem fólk taka heima hjá sér, hvernig þið ætla að mennta sig, eru alltaf í samhengi við því hvernig atvinnulífið Og í Íslandi var það mjög hagnýtt að vera tónlistafræðingur. Það ekki það. En með það vil ég segja að þeir útlendingar sem eru með einhvers konar háskólamenntun, þeir eru oft miklu fljótari að aðlast og taka til sín að því vinnumarkaðið rosalega breytilegur. Og bara til að bæta við, ég vil segja að núverandi leikskólastjóri mín sendi mig aftur í skóla og ég núna að vinna í 3. meistaragráðu. Ég að læra menntunarfræði í leikskóla í HÍ, myndavísindasvið, og eftir 1-2 ár, bara hvernig ég ætla að tegja þessu, verð ég með leyfisbréf í leikskóla. Svona ég má passa börn og með 3 meistaragráðum. Og það sem ég lett til að væri hægt að gera að aðeins skanna, Reykjavíkurborg geti aðeins skannað hvers konar fólk þeir eru með, hvers konar mannauð þeir eru með, hvað þetta fólk kann, hvað þetta fólk til að leggja á sig, hvað vandar þar á milli. Og til þess þurfa til dæmis atvinnulýsingar vera miklu nákvæmara og svona kröfurnar hvað akkurat vandar. Að því núna staðan svo að það ætti að vera 2/3 af starffólki leikskóla sem háskólamenntun, með leyfisbréfa þannig, og þetta svona kringum 25%. En það þýðir ekkert að við erum að loka leikskólanum. Það kemur bara einhvað annað fólk í staðinn og þetta bara fagmennska sem þarf að gefa eftir. En til dæmis, ég sem tónlistafræðingur, ég stundakennari hjá Listaháskólanum og fyrir nokkrum árum fór ég í gegnum hæfnismat, sem þýðir ég með lektorshæfni í Listaháskólanum, en ég má samt ekki passa börn. En þó að ég sótti starf þá, ég fekk ekki starf, en Listaháskólinn með á skrá hvað ég kann, hvaða gráður ég með, hvað á baki gráðunum mínum. Og þetta mjög ítarlegt. Og ég fór í starfsviðtal þar og það var bara mjög flott nefnd sem tók á móti mér og ég búin að kenna 2 námskeiðir sem stundakennari, ég hef leiðbent BA-ritgerðir og ég held því áfram og ég held það væri mjög gagnlegt fyrir líka Reykjavíkurborg að hafa einhvers konar svona gagnreglurinn, ekki bara hún með gráðu í tónlistafræði og hvað þá, hvað borgin að gera með þessu upplýsingum og sérstaklega einhver leikskólastjóri hér og þar. Ég held ef það eru fólk með svona flókna menntun og líka það eru flókin störf þá ætti mannauðsskrifstofa eða einhver í Reykjavík safna til sín þessar upplýsingar og hugsa hvernig hægt að vinna úr því svona að við sitjum ekkert með einhvers konar svona geimvísindafræðingar eitthvað staðar í störfum það sem alls ekki þörf fyrir þetta. En á samanskapi þurfa líka að endurhugsa hvað akkurat það sem vantar, þetta einhverju svona skap eða persónuleiki. Eins og í leikskólanum þá aðalmál að vera þolinmóð og með svona rosalega snögga viðbragð. Það alls konar svona eiginleikar sem fara saman og það snýst ofta ekkert menntun. Og til þess þarf ekkert stofna einhverja nýja svona eining, heldur við marga svona flotta samstarfsaðila sem gætu unnið saman, einmitt eins og Vinnumálastofnun, eins og ég var með svona smá lista hér, mér símendun, af því íslenskan auðvitað alltaf ákveðin svona sikti, eða svona, þessi menntun næri ekkert í gegn eftir að vera ekki með tungumál. Og ég hef lesið bara nokkrar svona greinar í gær rannsóknir hvernig það hefur gengið aðalega, eða bara kenna fólkinu íslensku og það ekkert sérstaklega markvisst alltaf. Og til dæmis það hægt að fá ríkisborgararétt á Íslandi með því að kunna tungumáli á svona leveli sem, eða hvað level, stíg sem í Evrópu heitir A1. Ég fór í gegnum þetta próf. Það skítlétt, fyrirgefðu. Það í alvöru. Ég myndi aldrei ráða manneskuna í vinnu, einhver svona flokkna vinnu sem kann íslenskuna á stígi A1.
svona, þetta ekki traustvekjandi kerfi, þannig að við þurfum aðeins að hugsa. En já, tíminn minn búinn og ég þakka kærlega fyrir mig. Þá hefur Túi Hirf lokið máli sínu og hún fulltrúi sameigis í fjölmenningarráði. Þá það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi sem hyggst taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fjölmenningarráð, gaman að fá að ávarpa ykkur hér í dag og ræða eina af þessum góðu tillögum sem koma frá fjölmenningarráði. Mér finnst góðu bragur að því að fjölmenningarráð setji saman tillögur það sem að þeim finnst við í borgarráðunum, þessum hefðbundnu ráðum, mættum skoða betur og að við vísum því áfram inn í fagráðin og vinnum áfram með það sem að kemur svona beint frá ykkur. Þannig að kæra þakki fyrir það og takk fyrir þessa framsögu við þessa tillögu, Túi, mjög velgert og samfærandi og auðvitað þetta kannski ekki neitt rosa framúrstefnuleg tillaga, auðvitað ætti það að vera sjálfsagt að allir fái sína menntun metna og að við metum hana bæði, kunnum að meta hana og líka við metum hana til launa, en það hefur ekki alveg kannski verið þannig og þess vegna finnst mér þessi tillaga mjög góð. Við þekkjum það auðvitað að það hagur okkar allra að svo sé, að við séum að meta þekkingu og menntun til fulls og það auðvitað mikið tap í samfélaginu þegar við erum ekki að gera það. Fólk oft búið að leggja mikinn tíma og jafnvel peninga í það að mennta sig og sækja þekkingu, jafnvel þekkingu sem okkur vantar, en einhvern veginn að þá nær þetta ekki saman og við erum ekki að nýta og fólk ekki að hafa blómstra kannski í því sem það myndi helst blómstra í. Nú þekki ég ekki að þetta með tónlistarfræði slíkt, en kannski það eitthvað sem okkur vantar, við bara vitum ekki af því ennþá. En Alþingi samþykkti í fyrra lög að jafna meðferð á vinnumarkaði og jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og ég myndi segja að það sé eitt af þessum fjölmörgu verkefnum sem liggur fyrir samfélaginu að vinna úr. Við nefndum þetta í sáttmála meirihlutans að við viljum tryggja það að það sé ekki verið að brjóta fólki á grundvelli kynþáttar eða þjóðernisuppruna. Það eru mjög margir starfsmenn hjá Reykjavíkurborg, þeir eru vel á 500 og þá erum við ekki að talja fólk sem með erlendan uppruna og með íslenskan ríkisborgararétt, þannig að við erum með mikið af starfsfólki hjá okkur. Við erum auðvitað stærsti vinnustaður landsins og berum mikla ábyrgð þegar þessu kemur og með því að við gerum allt sem við getum til þess að auka jöfnuð og jafnrétti á milli okkar starfsmanna, þá myndum við strax hafa mikil áhrif á hvernig samfélagið vinnur. Við gætum auðvitað tengt okkur langt, það eru auðvitað mörg starfsréttindi sem eru lögvarin og erfitt kannski fyrir Reykjavíkurborg að breyta því, en við getum auðvitað tengt okkur lengra en við höfum verið að gera og aðstoða okkar starfsfólki að sækja löggildingu þegar að það á við, þegar svona lögvernda starfsheiti að ræða. Og það kannski eitthvað sem við höfum örlítið verið að þróa okkur áfram með á velferðarsviði. En mér langaði líka að nefna að mér finnst þessi tillaga í mjög góðu samhengi við tillögu sem við samþykktum samhliða stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda alþjóðlega vernd 2018–2020, en þar var akkurat ein aðgerðunum að leggja sérstaka áherslu á að leiðbeina innflytjendum sem starfa hjá Reykjavíkurborg mat á menntun sinni og starfsreynslu, þannig að hún nýtist til launahækkana og framgangs í starfi og hvernig hægt að stuðla að tækifærum til starfsþróunar og menntunar almennt. Þetta var eina af aðgerðunum sem við samþykktum með þeirri stefnu. Þessi aðgerð á ábyrgð mannauðsstjóra og mér finnst þessi tillaga sem lögð fram hér í dag í mjög góðu flútti við þetta og legg til að henni verði vísað inn í borgarráð og við hreinlega tökum bara samtal þar með mannauðsstjóra það hvernig þetta hefur verið tiltekist, hvar þetta statt og vinnum áfram
þar. Þannig að við séum virkilega sem atvinnurekandi að leggja áherslu á að allir starfsmennir okkar séu að nýta sína hæfileika og fái tækifæri til þess að vaxa í starfi. Við á velferðarsviði höfum ráðið starfsmann inn á mannauðsdeildina á velferðarsviði sem að hefur haft þetta verkefni. Hún með erlendan bakgrunn og að vinna með fólki á sviðinu sem með erlendan bakgrunn og eitt af þeim verkefnum sem hún hefur haft að kortleggja menntun og bakgrunn ófaglæra starfsfólksins sem oft alls ekki ófaglært, heldur bara faglært í einhverju öðru en það að vinna við og með því markmið að styðja og styrkja þannig að fólk fái störf við hæfi. Þannig að þessi saga sem að fólk sé að mennta sig úr störfum, ég vona slíkt eftir einhver ár sé alveg, við heyrum ekki svona sögur og mér finnst það ótrúlega sárt að heyra þetta vegna þess að vilji fólk mennta sig og ná sér í þekkingu eða nýta sína þekkingu þá það alltaf að vera okkar kappsmál. Þannig að við höfum góða reynslu á velferðarsviði og ég vona að önnur svið feti það fótspor og við getum farið yfir þetta allt saman í borgarráði, nýtt þessar tillögur og reynslu velferðarsviðs af þessu verklagi. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls að Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og fjölmenningaráð. Heiða nú sagði nú bara allt það sem ég hefði viljað geta sagt, Þannig að ég bara tek undir hvert orð hjá henni en það sem ég var búin að skrifa eitthvað verði nú að segja það líka. Bara svona eitthvað til skemmtunar. Já, ég tengdi svolítið mikið við þessa sögu sem að þú sagðir okkur áðan og það að því að ég ætla að segja ykkur bara sögunar móður gamals bekkjarbróður míns. Þau voru 4 manna fjölskylda sem fluttist hingað til lands sennilega 94-95 og móðurinn starfaði sem læknir í sínu heimalandi sem var Rússland og við komum til landsins þá fór móðurinn strax að leggja íslenskuna fyrir sig og að byrja að tala reiðbrennandi íslensku fyrir en varði og því næst sótti hún stöðu sem læknir við Landspítalann en vitimenn, læknisnámið hennar og prófskírteinni frá einum elsta og virtasta skóla Rússlands og vegleg ferilskrá dugði bara ekki. En hún fékk á endanum að vinna sem hjúkrunarfræðingur og það tók mikið hark til. Sem náttúrulega, ég verð bara að segja, ég persónulega held að ef við værum að tala bandaríska lækni frá Harvard þá held ég að hann hefði ekki fengið sömu meðferð. Það svolítið svoleiðis. En hinn kómíska kaldhæðni í þessu öllu saman að við Íslendingar í okkar gífurlega mikilfengleika ætlumst til þess að geta gengið í stöður í samræmi við okkar menntun, ekki bara innan evrópska efnahagssvæðisins, heldur líka annars staðar. Og við erum mjög stolt okkar menntastofnunum af ærinni ástæðu enda íslenskir háskólar duglega að nýta erlend samstarf til að framflytta sínum nemendum á erlendi grundu en reynir útskrifaðir nemendur erlenda háskóla fyrir sig hérlendis geti tekið við annar veruleiki og enn fremur, eins og þú bendir á, oft óháð tungumálkunnáttu. Þannig að það ekki beint alltaf hægt að setja það fyrir sig. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það upphátt sem að við öll hugsum en kannski ekkert allir vilja fullir það sem að við Íslendingar, við erum bara fordómafull gagnvart erlendum háskólum. Það bara örugglega svolítið svoleiðis og ég bara bið þá sem geta sýnt frá manna að senda mig línu þá væri það líka bara fínt en ég nokkuð vissum að við metum gæði erlendrar menntunar mjög mismunandi eftir því frá hvaða landi hún frekan eftir gæðum viðkomandi háskóla. Það bara eitthvað sem við þurfum svolítið að horfast í augu við. Og það bara mín tilfinning með við fjölda þeirra sem ég þekki sem að búa yfir alveg verulega fínum gráðum sem eru í rauninni mikið nýsköpunar efni í sem koma frá mjög virtum og flottum háskólum í Evrópu sem að koma bara alls þar að loka dyrum hérlendis þrátt fyrir vöntun á þessum starfsvettvöngum. Þetta bara svolítið fáránlegt
á eiginlega hátt sem að lætur manni líða óþægilega. En þessi tillaga að taka í rauninni gífurlega mikilvægt skref sem að viðurkenna vandamálið. En eins og þú bentir á, þá þetta vandamál sem heyrir ekki bara undir borg, heldur líka ríki og það því mikilvægt að tryggja vissulega að erlend menntun uppfyllir sömu kröfur og íslensk menntun, en ekki þá bara í borg, heldur líka á ríkisvísu. En aðflutti verða ekki að fengi menntun sinna votta í samræmi við þessar sömu kröfur erlendis og hérlendis. Ég meina að tala Ísland, þetta bara smá side note, Ísland rosalega framarlega miklu framlega í Ísland á alls konar sviðum, sérstaklega hvað var að tölvukunnáttu og ég var bara að googla Ísland daginn því að ég þekkti íslenska stelpu og Íslandi alls ekkert síðra sko, ef eitthvað framarlega miklu framar á mörgum sviðum. Þannig að mér varst það svolítið áhugavert. Ok. En við erum fá og okkur veitir ekkert af fleirum til þess að halda upp í þeim innviðum sem við neitum að gefa með réttu afslátt af. Og borgin, hún getur nefnilega, það svolítið áhugavert við þetta, þó þetta heyrir undir ríki eins og þú nefnir og það eitthvað í gangi þar, þá getur borgin samt í rauninni verið til fyrirmyndar og verið ákveðin frumkvöld því að þróa nýjar og fleiri leiðir til þess að nýta þennan mannskap sem við höfum í borginni á þann hátt sem að skapa svona gárungarhrif. Af því að besta leiðin til þess að leiða fram breytingar að vera breytingin sem þú vilt sjá í öðrum. Takk fyrir mig. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið mál sínu og ekki hafa fleiri beðið um orðið undir þessum lið og telst umræðu lokið. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til borgarráðs. Nú hyggjumst við ganga til atkvæðagreiðslu þá tillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Það virðist ekki vera. Þá virðast allir borgarfulltrúar að vera í salnum. Næstum því. Ja. Glæsilegt. Þá gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðar til að vísa tillögunni til borgarráðs. Þau ykkar sem samþykki eru sína þess merki. Og þau sem að móti vera og það samþykkt á öllum greiddum ákvæðum. Takk fyrir það. Hvað segirðu fyrir ekki? Í salnum eru 19 atkvæði. Afsaki? Já. Já. Og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hyggst lesa hér bókun. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar að lesa bókun. Hún svona, það gagnkvæmur hagur að allt starfsfólk af erlendum uppruna njóti menntunar sinnar og hæfni til fulls til að gagnkvæm aðlögun geti átt sér stað og styður því borgarfulltrúi flokks fólksins þessa tillögu heilshugar. Að fá menntun sína, metna og viðurkennda mikið réttindamál. Þessi tillaga leiðir hugana íslensku námi í boði í borginni. Tungumálið oft talið vera lykillinn að fullri þátttöku í samfélaginu og til að komast dýpra inn í menning og mannlíf. Það ábyrgð stjórnvalda þar á meðal borgarinnar sjá til þess að nægt framboð sé af íslensku námskeiðum á öllum stigum. Þannig hefur það ekki alltaf verið, þótt oftast hafi framboð verið viðunandi hjá þeim aðilum sem halda námskeið. Tíma komust færri að en vildu og námskeiðsframboð var einsleitt. Til dæmis vantaði á einum tímapunkti námskeið fyrir þá sem voru lengra komnir. Borgin gæti komið sterkar inn hvað varðar að bjóða upp á íslensku námskeið. Störf á Íslandi gera mismikla kröfur til íslensku kunnáttu. Það eru sum störf sér í lagi þau sem snúa beint að þjónustu við fólk sem gera heilmikla kröfur til þess að starfsmaður skilji og tali íslensku. Stjórnvöld, borgin þarf að sjá sóma sinn í að sjá til þess að nægt framboð sé af námskeiðum í íslensku á öllum tímum. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun
og verður þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga fjölgun brúarsmiða. Og það Renata Peskova sem fulltrúi móðurmáls, samtaka tvítingi sem ætlar að bera hana fram. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar, fjölmenningaráð, aðrir fundargestir. Ég heiti Renata Emilsson Peskova og ég formaður móðurmáls samtaka tvítingi, adjunkt á menntavísindasviði og verkefnastjóri. Og ég ætla að flytja tillögu fjölgun brúarsmiða. Hún hljómar svona. Fjölmenningaráð leggur til að efla og fjölga brúarsmiðum á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sem sinna starfi með börnum af erlendum uppruna ásamt því að veita skólum og foreldrum ráðgjöf. Og það sem mig langar svo lítið að útskýra fyrir ykkur hvað svona brúarsmiður gerir, hvaða vinnu, hvaða hlutverk hann gegnir. Í málstefnu Reykjavíkurborgar frá 2017 segir að Reykjavíkurborg lítur á margbreytileika mannlífsins og tungumálakunnátt sem auðlind. Svo einlega málstefna snýst íslensku en það sem ég vil segja að tungumálakunnátta auðlind og það eru 100 tungumáltölu á Íslandi. Fólk sem kemur frá sínum löndum talar sín móðurmál, hefur sína menntun og auðvitað bara lógískt að reyna að byggja á því sem ég kann og byggja upp nýtt líf og nýta þær auðlindir sem ég kem með. Þannig að hérna fylg ég bara eftir tillögunni sem var á undan. En það sem snýst börn og unglinga í skólum að ein kannski stór auðlind sem þau koma með tungumál þeirra. Fer mjög mikið eftir því hvað þau í gömul, hvaða menntun þau hafa að baki, en samt sem áður þetta auðlind sem nemendur koma með. Við kannski könnumst öll með milli málapróf sem búið að leggja fyrir börn af erlendum uppruna í grunnskólum Reykjavíkurborgar og þær sláandi tölur sem við sjáum niðurstöðurnar segja 70% barna þurfa stuðning og standa sig ekki nægilega vel. Það jafnvel 2 staðalfrávik frá meðaltalinu íslenskra barna. Og hafandi þessa tölu í huga, 70% þurfa stuðning. Það aðeins 20% framhaldsskólanema af erlendum uppruna sem útskrifast á réttum tíma úr framhaldsskólum, pluss kannski 10% aukalega sem útskrifast innan 2 auka ára. Þannig aðeins 30% ungmenna af erlendum uppruna útskrifast úr framhaldsskólum. Svo aðrar tölur fyrir fólk sem kannski með annað foreldri erlend eða sem búið að dvelja í útlöndum og á íslenska foreldra. En börn sem koma með 2 erlenda foreldra á einhverju bara aldrei, grunnskóla aldrei, hafa í rauninni bara mjög litlar líkur á að útskrifast fá rétta menntun við hæfi og þau hafa þetta rétt á menntun en ná ekki að nýta sér það. Í grunnskólum Reykjavíkurborgar yfir 2000 fjöldingt börn sem tæp 17% nemenda í heild. Stærsti hópur pólskumælandi 4%. Það einn starfandi brúarsmiður í 60% stöðugildi. Hún starfar bæði við grunnskóla, leikskóla og frístundastarf. Svo 1,3% barna í grunnskólum sem Filippseyjskumælandi og það einn brúarsmiður sem í 100% starfi. En svo fleiri stór tungumál. Það það bil 10 stór tungumál og svo kannski 90 sem ekki töluð af eins miklum fjölda barna. Sem vietnamska, litáenska, arabíska, tælenska, spænska og svo framvegis. Í leikskólum eða voru 2018 yfir 1000 fjölding börn. Sumir leikskólar með miklu hærri hlutfall heldur en aðrir en að meðaltal 5,8%
barna sem hafa pólsku að móðurmáli 1,5% filippseynsku og svo framvegis. Í stefnu í málefnum barna með íslensku sem annað mál í grunnskólum Reykjavíkur frá 2000 var talað dýtingiskenslu að hún verði skipulegð með hjálp brúarsmiða sem svona brúa á milli tungumálana fyrir börn sem tala ekki íslensku. Og þessi dvítingdur stuðningsaðili kæmi þá inn á kennslustofuna gæti verið farkennari í þjónustukerfinu eða það gæti verið mjög margar útgáfur af svona brúarsmiðum og það fyrirmyndir fyrir brúarsmiði frá Tékklandi, Eistlandi, Danmörku, Noregi, Svíþjóð og virkilega margir möguleikar. Fólkið getur verið með kennsluréttindi og verið í kennslu og kennslustofu eða ekki með kennsluréttindi, aðstoða starfsfólkið, skólastjóra, foreldra og svo framvegis. Það mjög margar fyrirmyndir og við getum eiginlega valið hvaða þarfir eru í okkar skólakerfinu. En brúarsmiðir eru tvítingdir sem sagt tala alltaf móðurmál barnanna sem þau aðstoða í skólum. Markmiðin þeirra eru að efla starfsfólk í skóla- og frístundastarfi í vinnu með börnum af erlendum uppruna, efla starfsfólk í fjölmenningarlegum vinnubrögðum og vinnu með virkt tvítingi, styðja foreldra og nemendur af erlendum uppruna í samskiptum við skóla- og frístundastarfsfólk, veita ráðgjöf og stuðning við nám, brúa bil milli íslensku og móðurmáls, brúa bil milli menningarheima. Þeir veita mismunandi þjónustu mismunandi hópum, til dæmis fyrir skólastjóra, kennara og aðra skólastarfsmenn eru þær með millimenningarfræðslu, ráðgjöf, stuðning, upplýsingamiðlun, þýðingar, alls konar samstarfsverkefni. Fyrir nemendur það bæði einstaklings- og hópaðstoð og þær eru með ráðgjöf, fræðslu, stuðning, tímabundin verkefni. Þær kunna að hjálpa nemendum að undirbúa sig fyrir tíma eða vinna úr tímum eða vera með í tímum. Þannig að mjög mismunandi hjálp bara eftir þörfum hvers einstaklings og skóla. Svo þessi stór hópur foreldra og þær eru líka bæði með einstaklingsþjónustu og hópa þjónustu með fræðslu, ráðgjöf, upplýsingar, þýðingar, samstarfsverkefni. Síðasta ár bárust 561 beiðni hjálp og í einni beiðni felast kannski margs konar verkefni. Þannig að það ekki bara eitt heldur að gæti verið þýðing, brúarsmíði, aðstoð, ráðgjöf og bara margt fleira. Og það ná ekki að sinna þessum beiðnum. Það eru svo mörg beiðni að það ekki hægt að afgreiða þær allar. Þær eru ekki móðurmálskennarar, þeir eru tvítingisráðgjafar, brúarsmiðir. Móðurmálskennarar starfa á öðru vettvangi en þær hafa báðar verið líka móðurmálskennarar í öðru starfi. Vinnulag brúarsmiða þannig að skólastjórinn skipar tengilið við brúarsmiði, fyllir í beiðni, segir hvaða þjónustu verið að biðja. Brúarsmiðirnir skipuleggja til dæmis kynningar og millimenningar, fræðslu fyrir kennara og skólastarfsmenn, foreldrafræðsluna, foreldraviðtöl á foreldradegi, vinnustundir, námsleiðsögn fyrir hóp nemenda, stuðning brúarsmiða vegna einstakra barna og svo framvegis. Fyrir foreldra það ýmis ráðgjöf, hvernig verið að sækja leikskóla, grunnskóla eða frístundaheimili, hvernig að skipta skóla, hvernig að nýta frístundakortið, hvernig að sækja alls konar afslætti, hvernig máluppeldi gæti verið innan fjölskyldunar, hvað læsi, hvað tvítengt læsi, hvernig samskipti við skóla eiga að vera, hvaða reglur gilda lýðræði í skólum, alls konar stofnanir og hópa, leiðbeiningar frekari þjónustu. Og það sem mig langar kannski segja að lokum að það hefur margoft komið núna nýlega að foreldri heldur því fram að barnið svo bara orðið gott í íslensku. Foreldri getur ekki lagt mat kannski á íslenskuna, finnst barnið bara reiprennandi í íslensku. Svo kennari kannski sem barnið frábært í móðurmálinu en íslenskan ekki alveg nóg góð. Og það svolítið misræmi. Stundum lenda börn í því að þau fá ekki metna þekkingu og
kennari heldur að móðurmálsþekkingin góð og bara góður grunnur en það ekki raunin og öfugt. En nemendur græja mjög mikið á því að hafa tvö sterk tungumál hins vegar. Þannig að það fordæmi lönd þar sem það tekst að loka skærunum, þar sem nemendur af erlendum uppruna ná meðaltalinu og þjóta jafnvel fram hjá meðaltalinu, ná bara ótrúlega góðu árangri. Það hægt með góðri kennslu og góðum stuðningi og þessir brúarsmíðir í rauninni bara eina svona helstu þjónustum sem í boði fyrir foreldra og skóla. Þannig ég vil bara eindregið hvetja ykkur til að styðja við þessa tillögu og bara fjölga þeim eins mikið og hægt Þetta frábær þjónusta. Þá hefur Renata Peskova lokið máli sínu. Kolbrún Baldursdóttir óskar eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég ætla nú svo sem ekki að andmæla beinlínis en þetta eina tækifæri til þess að koma hérna upp og fá aðeins að spurja. Mér finnst líst vel á þessa tillögu og mér líst vel á skilgreiningu á brúarsmið en ég fór svona aðeins að leita eftir upplýsingum hvernig verðum brúarsmiður og hvort það sé eitthvað svona starfsheiti eða eitthvað staðlað eða einhver svona ákveðin skilyrði, jú að vera tvítengdur og tala móðurmál barnsins, ég skil það, en ég svona leita kannski aðeins eftir hvort það ekki þurfi að setja einhvern ramma utan þetta meira, ef einhver vill gerast brúarsmiður, hvernig ber hann sig að, þarf hann hefur kannski grunnatriðin en hann vantar kannski eitthvað meira, hann þarf ekki að vera með kennsluréttindi eins og ég skil þetta. Síðan að því að kemur líka fram í tillögunni, segir kennara skorti oft kennslufræðilega þekkingu fyrir kennslu í margbreytilegum hópum sem og fræðilegan grunn fyrir fjölmenningarlegur kennsluhætti og það svona rök fyrir að fjölga brúarsmiðum og hafa brúarsmiði sem eins og ég segi, þetta sé bara alveg frábært mál. En svona það væri gaman, ég áttar mig á hvað þeir gera, ég er búin að fá svona upplýsingar það, hvað varðar aðgerður, aðföng, markmið og áhrif, en það að vera brúarsmiður eða langa að vera það, hvernig myndi viðkomandi bera sig að, sækja hann og síðan hvað. Það væri gaman að fá bara meiri svona skýringar á þessu og það var ekki auðvelt einhvern veginn að finna neitt akkurat þetta á netinu sem dæmi, en ég líka spurt nokkra og svo sem ekki búin að fá svör frá öllum. Takk. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar. Það andsvar Renata Peskova, fulltrúi fjölmenningarráðs. Takk fyrir, þetta frábær spurning og auðvitað kröfur á menntun. Það sem ég vildi segja að við ráðgjöfina við foreldra og starfsfólkið ekki nauðsynlegt að brúarsmiður hafi kennsluréttindi en hins vegar krafa á að þau séu með kennslufræðilega þekkingu, hafa færni á móðurmáli í tali og riti, hafa þekkingu á skólastarfi hér og í heimalandinu og þekkingu á skólastarfi í tvítengdu umhverfi og starfandi móðurmálskennarar, brúarsmiðir í dag, þær eru báðar með menntun hér frá Háskóla Íslands í menntunarfræði og kennslufræðum. Þannig að þetta bara svarið við þetta, takk. Þá hefur Renata Peskova, fulltrúi fjölmenningarráðs, lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þennan fund. Hann afar mikilvægur og nauðsynlegt fyrir okkur hér í borgarstjórninni að fá þessa innspýtingu, þessa faglegu sýn sem hér kemur fram í þeim tillögum sem
bornar hafa verið fram fyrir þennan fund og við erum að vinna með hérna. Þær eru allar mjög mikilvægar og snerta á sviðum sem að geta skipt höfumáli fyrir þennan hóp sem við erum að vinna með hér, sem að eru mikilvæg viðbót og styrkir þetta samfélag sem við byggjum hér í Reykjavíkurborg. Ég ætla aðeins að koma að þessari tillögu fjölgun brúarsmiða. Þetta er kannski framandi hugtak fyrir einhverjum, en Renata Peskova fór afar vel yfir svona þetta fyrirbæri, þessa starfsmenn sem eru núna 2 í borgarsamfélaginu. Tillagan er auðvitað mjög í anda þeirra stefnu sem við höfum fylgt hérna undanfarin ár og byggir á því að við erum að leggja okkur fram hægt og bítandi en þó markvisst í að bæta stöðu barna sem eru með annað móðurmál en íslensku. Sömulegis að styðja við brautarýmindastarf samtaka eins og samtakana móðurmál sem að hafa lagt sig fram það að bjóða upp á móðurmálskennslu fyrir börn með annað móðurmál en íslensku á undanförnum árum. En kannski stærsta verkefni þetta að gera betur í að styrkja íslensku kennslu þessa hóps og nám þessara barna. Og það höfum við gert með því að auka framlögin, þau hafa verið 2-földuð á undanförnum misserum, en líka að styrkja þessa áherslu á það sem að menn hafa kallað virkt tvíþingi sem að felur í raun og veru í sig að börn geti nota 2 tungumál eða fleiri í daglegu starfi. Og nýja tungumáli í þessu tilviki íslenskan sé þá að bætast við móðumáli en ekki að koma í staðinn fyrir það. Okkar leiðarljós í þessum málaflokki eru þættir eins og fjölmenningastefna borgarinnar sem að ber heiti Heimurinn hér og ekki síður vinna starfshóp sem að settur voru á fót og skilaði af sér 2015 og var að fjalla móðurmálskennslu og í hvað skrefum væri raunhæft og eðlilegt að innleiða hana eða styrkja þá víti í starfinu hjá okkur. Og það var einmitt sá starfshópur sem lagði þetta til, þessa tillögu að við myndum fara í tilraunaverkefni með brúarsmiði eða tungumála leiðbeinendur sem að gætu þá verið einmitt svona eins konar brú viðkomandi barna yfir í framandi skólaumhverfi sem að þetta staðreyndin að mörg af þeim börnum sem að koma inn í okkar skólasamfélag, hvort sem það í leikskólanum eða grunnskólanum, þau þurfa á miklum stuðningi að halda, viðbótar stuðningi umfram þau börn sem að hér eru innfædd og eða af innlendum uppruna öllu heldur og út á það gengur verkefni samhliða því að vera með sterka áherslu á íslensku kennsluna. Nú fyrstu brúarsmiðirnir komu til starfa haustið 2017 og það var fljótlega ljóst að skynsamlegast væri að tengja það við þá starfsemi sem að kölluð miðja máls og læsis og svona þessi sterki kennslufræðilegi stuðningur og bakhjarl við leikskólana, grunnskólana og frístundamiðstöðvarnar. Eins og Renata fór vel yfir, þá verið að vinna á margar hendur í einu, fyrst og fremst auðvitað með börnin, nemendurna og þeirra forráðamenn, líka hins vegar starfsfólkið og það ekki síður mikilvægt og við sjáum það að þörfin gríðarlega mikil. Það eins og Renata fór yfir vel á 700 óskir sem hafa komið frá okkar vettvangi þjónustu við þennan hóp og almennt varandi miðum máls og læsis þó að það sé ekki komin löng reynsla á þeirra starfa þá mikil meiri hluti af þeim beiðnum sem koma frá skólunum stuðning og ráðgjöf beinist að þessum hópi, þessum börnum sem eru með annað móðurmál en íslensku. Og það alveg ljóst að það þarf að gera enn betur. Þetta eru 2 einstaklingar sem að reyna að sinna mjög stóru verkefni. Það þyrfti að styrkja starfshlutfall þess einstakling sem að núna að sinna þeim sem eru pólskumælandi. Það eru þetta yfirgnæfandi stærsti hópurinn af þeim börnum sem eru í okkar skólakerfi. Og síðan eru fleiri tungumál þar sem þyrfti að vera með aukna þjónustu. Menn hafa nefnt þar litáísku, spænsku, arabísku. Það eru svona rétt innan við 100 nemendur sem að eiga hvert þessara tungumála sem sitt móðurmáli eða rétt innan við 300 nemendur samtals. Nú, ég vil að það komi fram að það skilningur og mikill stuðningur við þetta mál, bæði í skóla- og frístundaráði og á skóla- og frístundasviði, fagsviðinu og við höfum reyndar lagt fram óskir að fá viðbótar fjárveitingar til þess að geta fjölgað brúarsmiðum frá og með næsta ári. Tillagan tala beint inn í
þessar fyrirætlanir og ég legg til að henni veri vísa til skóla- og frístundaráðs þar sem að hún veri þá kostnaðarmetin og tengd við þá vinnu sem að stendur yfir í þessum málaflokki. Það hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Inga María Thorsteinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og góðir gestir. Ég vil byrja á að þakka fyrir að fá að taka til máls hér á mínum fyrsta borgarstjórnarfundi og við erum að ræða hérna mikilvægt málefni og það er ljóst að fjöltengdu börnum hefur fjölgað hratt hér á landi. En niðurstöður úr málskilningsprófi sýnir að yfirgnæfandi hluti tvítengdra barna hefur málskilning fyrir neðan meðaltali eins og kom fram hér að framan. Og því er mikilvægt að taka á þessu, þar sem hæfni í íslensku er talin ein megin forsenda þess að börn geti stunda almennt nám í íslenskum skólum og verið þannig virkir þátttakendur í lýðræði samfélagi okkar. Eins og kom fram hérna framan þá er brottfall úr framhaldsskólum hjá börnum af erlendum uppruna mikið og aðeins 30% innflytjanda sem innritast í framhaldsskóla hafa lokið námi 2 árum eftir að tilskildum námstíma lýkur. Tillögur sem miða að því að hjálpa börnum af erlendum uppruna til að aðlagast betur eru mikilvægar, hafa ríkt forvarnagildi og stuðla jafnframt að jafnrétti. Hingað til hefur vantað gögn til þess að sýna fram á brýna þörf fyrir inngrip og því hefur brúarsmiðum ekki fjölgað í samræmi við þörf, en nú er ljóst að starfandi brúarsmiðir ná ekki að anna eftirspurn og biðlistar eftir þjónustu þeirra eru langir. Sjálfstæðisflokkurinn styður heils hugar við þetta verkefni, þar að segja fjölga brúarsmiðum í leik- og grunnskólum og frístundastarfi í Reykjavíkurborgar, enda er það í fullu samræmi við tillögu Sjálfstæðisflokksins sem var samþykkt inn í haust að styrkja tungumálafærni barna af erlendum uppruna. Og þess vegna er vel hægt að styðja tillögu að verja auknum fjármunum til þessa verkefnis, en ég tek undir með borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur hér að framan að það þarf að kostnaðargreina tillögur sem fela í sér aukinn kostnað og það er ekki síður mikilvægt að fylgja verkefni eftir til þess að sjá og kanna hvort að fjölgun brúarsmiða muni hafa tilætluð áhrif. Inga María Hlíðar Thorsteinsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti óskar borgarfulltrúanum nýlega til hamingju með sína fyrstu ræðu hér í borgarstjórn Reykjavíkur og hafa þá allir borgarfulltrúar haldið sína ræðu undir þessum lið og telst umræðu því lokið. Hér hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar og verður gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Já. Nei? Ég veit ekki að hverju hún er að leita. Já, flott. Það var ég alveg með það á hreinu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykki eru sýnið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Og er það samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Kærar þakkir fyrir það. Verður það gengið til næsta liðar á dagskrá sem er jafnframt síðasti liður á dagskrá og er það tillaga heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu og er það Nicole Lee Mosti sem er fulltrúi samtaka kvenna af erlendum uppruna og Women í Fjölmenningarráði sem að ber fram þá tillögu. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúa og aðra fundagestir fulltrúa Fjölmenningarráðs. Ég er fulltrúi Fjölmenningarráðs frá samtökum kvenna af erlendum uppruna og ég legg fram svo hljóðandi tillaga heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu. Lagt til að Reykjavíkurborg fari í heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu í garð innflytjenda í þeim tilgangi að stuðla að þróun samfélags þar sem allir samfélagsþegnar fái að lífa með reisn og í sátt og samlyndi.
Átakið gæti snúið fyrst að vinnustöðum Reykjavíkurborgar og svo að samfélagina í heild sinni með það að markmiði að auka vitund fjölbreytni samfélagsins, hvetja til jákvæðra orðfæris og raungera hinn aukna gæði og tækifæri sem fjölbreytileika félar í sér. Ekki síst mikilvægt að efla faglega þekkingu starfsfólks Reykjavíkurborgar á menningu, næmni og færni. Ekki að það þarf fyrir mig að stenda hér og skilgreina hvað fordóm og hatursorðræður Ég ætla að þakka borgarfulltrúa Ragnhildur fyrir þess að nota orð fordómafull í hennar ræður því að það eitthvað sem við innflytjum upplifi oft og það leiðilegt að þarf að segja það. Það bara einfalt og þarf ekki að skýra það en ég held að það aðstæðu fyrir því að ég fara þessi leið með þessi tillaga að við vorum að ræða Me Too. Hvað var hægt? Ég kem frá samtökunum þar sem við unnum mjög mikið með Me Too frásagnir. Hvað hægt að gera? Það ýmislegt sem við erum að gera en við að takast á við rót vandans. Það sem kom eftir og eftir fram, það sem var rauður þráður í frásagnir hvenær af erlendum uppruna. Að mæta fordóma í þjónustu, í starfinu, bara á götu. Svo að jákvæða það var það sem við ætlum að reyna að tækla og í mínu heimavinnu ég kom auga á auðvitað flotta og metnaðarfull stefna Reykjavíkurborgar í málefni innflytjandi flotta fólks og umsækjandi alþjóðlega vernd. Þar sem það tveir tillögur, stór og metnaðarfull sem liggur nú hjá mannauðsstjóri til þess að vinna með. Og samstarfsaðilega mannréttindaskrifstofa en við verum að ýta þessi vörð. Það þýðir ekkert að hafa svona metnaðarfulla tillögur sem liggur og bíður eftir að þessi gerst. Í Reykjavíkurborg búa 18.470 innflytjendur, tæplega 40% mannfjölda og liggur ekki til greining á hversu mörg að þeir mæta fordóma, dulnáð eða annað. 2014 Reykjavíkurborg sótti aðild í Intercultural Cities og bara það að við höfum ekki orð yfir intercultural. Það svolítið sorglegt og segir að við þurfum að vinna aðeins með að koma hinum megin við okkur fordóma. Og í þeirra skilgreiningu ég vil taka fram það sem var svo mikilvægt og það sem var líka hvatning fyrir mig að leggja fram þessi tillaga. Og það það að pólitískri leiðtogur og flestir íbúa huga að fjölbreytni með jákvæðni, að leiðarljósi og sjá fjölbreytt mannlíf sem mannauð. Borgin, það þið, borgarfulltrúar, þið leiða þess, virk í að sporna gegn fordómum og aðlaga stjórnarhætti sína, stofnanir og þjónustu að fjölbreyttum þurfum borgarbúar. Og borgin gerir áætlanir og býr yfir verkfærum til að vinna með fjölbreytni og bregðast við mennulegum átökum. Í greinargerð ég fara víða og reyndi að koma fram með bara fullt sjónarmiðum og ég hveti ykkur eindreift að lesa vel í greinargerð og athuga hvernig við getum setja þessi í aðgerðum. En ég vilt fara svolítið mikið inn í rannsókn sem var gerð af Guðrún Pétursdóttir, einn helstu sérfræðingur fordóma sem við höfum hér á landinu og einn besta námskeið sem ég hef sókt og bauð mína starfsmenn upp á þegar ég starfaði sem leikskólastjóri hér. Þar sem hún var að leita svar við spurningum hversu mikið leiti fólk af erlendum uppruna upplifir duldu fordóma og mismunum á Íslandi. Og hvar slík upplifun á sér helst stað og hvaða áhrif hún hefur á þá sem fyrir henni verður. Sem sagt líðin, hvernig líður fólk að upplifa mismun, að vera mætt og greint áður en þú opna hurðina. Tui, þú kom svo flott inn á það, sókti fullt af störfum, fekk annarkvæmt ekki svar eða höfnun. Líklegs vegna þess að eftirnafnið þitt var erlendsk. Og það eitthvað í mínu starfið sem sjálfboðaliði hjá og í stjórn samtök kvenna af erlendum uppruna höfum heyrt oft, allt og oft, að fólk mæti þessi bara með því að sýna eftirnafnið. Ég veit að börnin mín ganga með Garðarsson og dóttir og Mósti, svo að við getum að við mætum í rétta kassi þegar þess þarf. Og það ótrúlega mikilvægt og ég vil bara deila með ykkur, ég ætla að fara að lesa Tui fór
og biði ykkur að stíga í skornu mínar og hugsaði, eitt stoltasti dag lífsins tók ég sæti sem fyrsta fulltrúi kvenna af erlendum uppruna á Alþingi. Á fyrsta skipti ég seti í forsetastól, fyrsta innflytjendur að sitja í svona heiðursæti. Það var ótrúlega mikilvægt að ég stafa mig vel og ég gerði það. Og þegar ég mætti tölvan minn, setna var skilabóð sem beið mér og það sagði mér að drulla mig heim, hætta og óhrenga sæti forseti þjóðþingsins minns. Á meðan ég sat á þingið, það var oft að ég fekk hótandi skilabóðum mínu uppruna, tungumálakunnáttu og ýmislegt annað sem ég kæri ykkur að deila með ykkur. En einu sinni það sem var lægsta, sem tengist hatursorðræði, var ég að labba á þinginu. Földu mínu fangi, einhver hrækti að mér og kallaði til mín að ég átti að hunska burt útlensk tuska, við viljum ekki fá þig og þínu á okkar þjóðþingi. Það eitthvað sem við þurfum að þurrka burt. Og aðstæður fyrir því að ég leggi þetta sérstaklega hérna fram eins og fulltrúi Heiðu Björg kom inn á. Reykjavíkurborg eitt stærstu atvinnurekendur. Reykjavíkurborg hefur mikið mátt til þess að breyta hlutunum. Og það sem við þurfum að breyta viðhorf og hegðun. Við þurfum að breyta viðhorf og hegðun og ég hef alla trú á að við getum það. Þetta snýst ekkit að fara í bann og bölv, að vera með eitthvað réttlætislöggan að segja hvað við megum segja og hvað við megum ekki segja. En að við förum í þann viðhorfsbreyting að hugsa hvað rétt að segja. Hvernig rétt að grípa inn? Hvernig rétt þegar við veitum þjónustu að kanna aðeins meir þeim sem við erum að þjóna. Í rannsóknum sem var framkvæmt varðandi félagsráðgjafar sem starfi í barnaverndarstarfið kom fram, finna hér, að félagsráðgjafi þau bað að þau fannst afar brýn þurf á að fá fræðslu hvernig á að vinna með og mæta betur fólk af erlendum uppruna, að sinna þeirra þarfirnir. Og það eitthvað sem kom mikið fram í MeToo, þurf á því að sporna gegn þessi upplifun. Það voru konur þar sem sögur þau upplifiði einkennist af fordóma, mismunum, margvist niðurbrotti, vænæskla, útilokun og misnótkun. Og þannig var að tala af halva fólk sem veiti þeim þjónustu, segja þurfar á því að halda. Ég afsakaði, ég fór svo persónulegt en ég bara þurfti að grípa boltan hjá og leyfa ykkur læra af okkur reynslu og þekkingu. Það það mikilvægis með svona fundur að fá fólk af erlendum uppruna hér til þess að tala af okkur eigin skinni og nýta það í ykkur vinnu til þess að mæta alla borgarbúa sem líka. Ég vil taka fram líka hér með tillit til borgarfulltrúi Vigdís að þegar við gerðum tillaga og þegar ég gerði tillaga, ég gerði full grein fyrir því að það var ekki greinarkostnaður en að það mun fara í hendum á fagsviði og líka að í þeirri vinnu að það mun vera sett mælanleg markmið og ég hvet til þess og ég hlakka til að sjá hvað vinna kemur úr þessi fagsviðum. Tillagan sem ég lögði hér fram var þess tækifæri, eins og ég segi, fyrir Reykjavíkurborg til að vera leiðandi í samfélagsleg þróun sem einkennist af umburðarlyndi, samkennd og því að vera alvöru fjölmenningu borg eins og skilgreint hjá Intercultural Cities, borg sem ég vil búa í og vera stolt af þeirra framlag til þróun samfélagsins og stuðning við þeim sem af erlendum uppruna. Takk fyrir. Þá hefur Nicole Mosti lokið máli sínu. Hún fulltrúi í fjölmenningaráði fyrir hönd Women. Þá það Líf Magneu, dóttir borgarfulltrúi, sem ætlar að taka til máls. Forseti og ágætu borgarstjórn, ég
er mjög hrærð yfir ræðu Nicole í Mósti. Þetta eru einmitt raddirnar sem að þurfa að heyrast. Við sem að sitjum hér inn í þessum sal, stjórnmálamenninu sem við erum, við þurfum að vera í virku samtali við alla borgarbúa, ekki bara suma. Og þess vegna er svo mikilvægt að búa til vettvang, hvort sem það heiti fjölmenningaráð eða eitthvað annað, til þess einmitt að formgera slíkt samtal. Og þetta er góð tillaga sem við ætlum í dag að vísa til Mannréttinda- og lýðræðisráðs til útfærslu og væntanlega þá greinargerðar kostnað og fleira. En þetta er líka tillaga sem að tala beint inn í Mannréttindasáttmála Reykjavíkurborgar sem er gífurlega framsækin sáttmáli og stefna sem að við höfum samþykkt hér í borgarstjórnarsalnum og það er alveg rétt sem Nicole segir. Það er ekki nóg að vera með fínar stefnur. Við þurfum að ýta á vör, raungera þær og það má kosta. Þannig að þetta er góð tillaga. Ég tek heilshugar undir hana. Við þurfum að ráðast í þetta. Að því að Nicole talaði intercultural, við ættum ekki orði við það þegar við vorum að vinna. Ég var sem sagt formaður fyrir endurskoðun þessara stefnu á sínum tíma og hafði frumkvæði að því að hún yrði endurskoðuð og það eru teknir fleiri þættir inn í hana. Þá talaði ég dálítið margmenningu, að við varum margmenningaleg vegna þess að við erum líka ólík innbyrðis, þó ég sé kannski, ég er enda fædd í Danmörku, en þó svo að ég væri fædd á Íslandi, að þá hef ég kannski ekkert vel við að sælda við marga Íslendinga sem hér fæðast. Það er ekki það sem að sameinar okkur. Við erum öll fólk, við höfum ólíka drauma, ólíka sýn og það sem að sameinar auðvitað fólk er að við viljum búa í landi þar sem að við erum frjáls og örugg og við erum laus við ofbeldi, við erum laus við hatursorðræðu og við höfum tækifæri til að gera eitthvað úr okkur, til að gera eitthvað við þetta líf sem við fengum. Og það er það sem við eigum öll að stefna að og Reykjavíkurborg getur gert svo ótal margt í þeim efnum og hún á að gera það, rétt eins og ríkið. Orð eru til alls fyrst. Allt byrjar með því að við tölum saman. Við höfum samskipti, samskiptin byggja brýr á milli menningarheima, byggja brýr á milli fólks, gera okkur kleift að skilja annað fólk, setja okkur í spor þess og segja öðrum frá því hvernig við upplifum hlutina. Og þetta er mjög mikilvægt. En orð eru líka til alls fyrst í neikvæðum skilningi. Orð geta leitt að sér ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og andlegt ofbeldi. Orð eru notuð til þess að niðurlægja fólk eins og Nicole kom inn á. Og það getur alveg verið jafn sárt og að vera slegin í magan eða slegin utanundir. Og það sem að ég hef svo mikla trú á, það er fræðsla og forvarnir. Og við getum öll verið sammála um það. Og þar gegnir Reykjavíkurborg einmitt gríðastóru hlutverki að fræða. Sú stefnumörkun sem Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar gengur líka út á það að fræða og vera í samtali, ekki bara við starfsfólk Reykjavíkurborgar, heldur við borgarbúa. Og við sem höfum ferðast við heiminn, í mörgum stórborgum til dæmis eins og ég bjó í Danmörku í 6 ár og þar var á þeim tíma Københavns Kommune með átak gegn rasisma. Og það voru bara alls konar auglýsingaskilti út alla borg á strætóskýlum og í borgarlandinu sem að voru að fræða og segja við samþykjum ekki rasisma. Verið úti. Og þetta þurfum við að gera hérna í Reykjavík og það var í rauninni alltaf tilgangurinn þegar við vorum að gera þessa mannréttindastefnu. Við fengum alls konar hugmyndir hvernig við getum gert hlutina. Sumt af því ratar sannarlega inn í aðgerðaáætlun Mannréttinda- og lýðræðisráðs eða skrifstofu og þar til staðar og við þurfum og það má gera líka ýmislegt fleira.
ekki bara þetta, heldur ýmislegt fleira, og þess vegna er gott að vísa tillögunni inn til fagráðsins í dýpra samtal þar. Og hún kemur auðvitað aftur líka fyrir fjölmenningarráðið sem hefur þó skoðun á henni. Það ætla ég rétt að vona. En þetta er auðvitað málaflokkur sem við þurfum að sinna mikið betur og ég tek undir með Eyrúnu Eyþórsdóttur sem er ötul baráttumanneskja, hugsjónakona og lögregluþjónn. Og hún hefur látið sig þessi mál varða. Er sérfræðingur með málefnum innflytjenda og málum tengdum hatursorðræðu og haturskleppum og mér langar að vitna í hennar eigin orð með leyfi forseta. Fræðsla, opin umræða, jákvæðni gagnvart fjölbreytileika samfélagsins og að fólk með minnihluta bakgrunn hafi sama rétt og stöðu og aðrir í samfélaginu er lykillinn að fækkun haturskleppa og tjáningar. Og ég tel að með því að samþykkja þessa tillögu í dag að þá erum við einmitt að taka undir þessi orð Eyrúnar og gera gott betur vonandi í aðgerðum sem að skila árangri, hafa áhrif. En mér langar líka að segja að það er bara ekki nóg að vera í einhverju átaki. Þetta þarf að vera viðvarandi, sífræðsla. Við þurfum alltaf að hafa þetta í huga hvað svo sem við gerum hér á vettvangi borgarinnar. Það tala kynjagleraugun, við setjum kynjagleraugun upp, en við líka setja þessi gleraugu upp. Af því að við megum aldrei höggva í skarð mannréttinda. Við megum ekki brjóta mannréttindi fólks vegna þess að það er frelsissvipting og við getum ekki liðið það hér á vettvangi borgarinnar. Þannig að nú hef ég til dæmis séð inni á klósetti Reykjavíkurborgar, þar eru svona límmiðar frá kvennaathvarfinu sem er frábært framtak. Og í Danmörku var í rauninni bara gert ráð fyrir því að skilaboðin til fólks væri komið bara á klósettum. Þannig að það var gert svona rammi og það gastu komið skilaboðum og það mætti hugsa sér eitthvað svona. Það mætti líka hugsa sér eitthvað miklu stærra. Það að við myndum gera samkomulag við atvinnulífið, við Kaupmann og Laugaveginum að þeir samþykki þá mannréttindastefnu sem liggur til grundvallar hér. Og þá getum við verið með einhvern aðgerðalista. Þar getur til dæmis ekki mismunað fólk að erlendum uppruna þegar þeir eru að ráða. Þannig að við séum að vekja athygli líka á mannréttindastefnunni annar staðar en bara á vettvangi borgarinn og meðal okkar starfsfólks. Hún geti sáldrast út í atvinnulífið og við getum hugsað okkur í rauninni margt til þess að hvetja einmitt fyrirtæki, verslanir, þjónustu eða bara hvar sem er á vettvangi borgarinnar og jafnvel til annarra sveitafélaga. Svona rétt eins og við gerum með loftslagssáttmálan við festu. Það mætti hugsa sér að gera eitthvað slíkt varðandi mannréttindastefnuna og varðandi hatursorðræðu og sér í lagi gagnvart konum. Af því það var talað eins MeToo, þá verð ég að segja það að við heyrðum sögur stjórnmála kvenna. Síðan heyrðum við sögur kvenna í íþróttum og þá fór ég að gráta. Síðan heyrðum við sögur kvenna í sviðslistum en ég held ég hafi aldrei heyrt eins ljóta sögur og þegar kona erlendum uppruna stigu fram. Þannig að já, skulum gera eitthvað í þessu. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar. Fyrst er það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er ágætis umræða hér í þessari tillögu heilstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu. Það falli hér nokkur tilfinningaþrungin orð en ég er hér komin upp til að segja að þetta snýr ekki eingöngu að innflytjendum. Hér stendur kona sem er líklega mest rægða kona kommentakerfisins og Facebook og ykkur til upplýsingar þá er það nú þannig að ég þurfti einu sinni að í samráði við þingverði að skipuleggja flóttaleið fyrir mig út af nefndarsviði þegar ákveðin hópur hér í þessu samfélagi sem tengist fólki erlendum uppruna ekki neitt
gerði aðsúg að mér sem formanni fjárlaganefndar. Þannig að það sem að kannski endurspeglast hér í þessari umræðu raunverulega það að við megum ekki skilgrina okkur sem við og þið að mínum mati. Mér finnst þessar skilgreiningar kannski nokkur tíma skekkja því að við sem búum hér í þessu landi erum öll við að því leyti. Þannig að þetta snýr líka að umburðarlyndi, þetta snýr líka að stjórnmálaskoðunum, sumir eru mjög eldir fyrir sínar stjórnmálaskoðunir ákveðnum hópum. Þannig að ég vil nú meina það að þessi andúð sem að hefur komið hér fram í ræðum snúist ekki endilega fólki út af því að það af erlendu bergi brotið og ég raunverulega hafna því. Þessi fyrsta setning hefði verið mjög góð í þessari tillögu, hefði hún hljóðað svo: lagt til að Reykjavíkurborg fari í heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræðu í þeim tilgangi að stuðla að þróun samfélags þar sem allir samfélagsþegnar fá að lifa með reisn í sátt og samlyndi. Þetta hefur verið langt betri tillögugerð að þessu leyti. Því að við megum ekki viðhalda því að samfélagið sé að á einhvern hátt að hafna útlendingum og hér sé ekki allir velkomnir. Ég hafna því sem oddviti Miðflokksins að þetta sé með þeim hætti, því eins og ég segi, ég með mjög langa reynslu af því að vera forsmáð og talað illa um mig og ýmis orðlátum falla sem eru ekki prenthæf, hvað þá heldur hana, ég hef líka meira sér stundum spáð í það hvort ég ætti að fara í meinirðmál gegn ákveðnum einstaklingum. Þannig að nú skulum við reyna og nú fyrir þetta inn í mannréttindaráð að reyna að útrýma því hér úr orðabók Reykjavíkur að Reykjavík og þegnar sem hér búa flokkist í við og þið. Við erum öll við. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næsti borgarfulltrúi til að veita andsvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég syns í rauninni ekki beint að veita ansvar en mér langar bara að lýsa því sem að þú varst að koma inn á, sem var að ég til dæmis búin að vinna í alveg þó nokkuð mörgum þjónustörfum. Mér langar bara að deila þessari sögu því það oft sem við erum að tala fordómar og það í stóru samhengi en margir gleyma því hvernig fordómar lýsast verða þegar við erum í smerra samhengi sem oftast þannig sem það vera samansafnaðir og fólk finnur fyrir því. Þannig að til dæmis seinast þegar ég var í þjónustarfi, þar seinast, að þá var ég að vinna í þannig starfi að fólk þurfti að koma til mín til þess að fá aðgang á mjög mikilvægum upplýsingum sem varðaði þessa einstaklinga. Og það var mikið vesen fyrir fólk að ferðast til þess að ég geti svo þjónustu þá og ég gefa upplýsingar. Og til þess að útskýra hvernig fordóma virka, þá var allir með þannig að þegar einstaklingur átti erfitt með tungumálið, þá þótti það nýlunda að ég skildi nota Google Translate til þess að útskýra á þeirra tungumáli og fá þá til þess að svara á sínum tungumáli til þess að geta þjónustu á, því það var bara mitt starf. Mitt starf var að veita þessi fólki upplýsingar og aðstoða, þannig að ég bara datt í hug, herri, ég tala ekki saman tungumál þau tala ekki mitt tungumál og ég ætla að nota Google Translate, það virkaði stórkostlega vel. Þetta fannst samstarfsfólki mínu stórfurðulegt og bara eiginlega ekki við hæfi, sko. Af því að ef fólk kynni ekki íslensku eða ensku þá bara var það þeirra vandamál. Þetta eru fordómar. En þetta ekki fordómar sem þetta var ekki vont fólk, þetta var mjög gott fólk og fólk sem var mjög gott í sínu starfi, en þetta eru svona þessi tegund af fordómum sem erlent fólk, aðflutt fólk, lendur oft í, sem eru ekki endilega ætlað til þess að vera meiðandi eða særandi, en þeim samt ekki veittur sami aðgangur. Og það það sem þú ert að reyna koma inn á og það bara mjög alvarlegt. Þannig að mér langaði rauninni bara til þess að rauninni taka undir með þér hvað þetta varðar því að eins og ég segi þetta ekkert þetta rosalega raunverulegt og það ekki bara í þessu starfi sem ég var að segja ykkur frá heldur mörgum öðrum störfum þar sem ég að vinna með hellinga frábærum einstaklingum, mjög góðu fólki en þegar það kemur að því að einhver einstaklingur þarf þjónustu sem aðeins meira sérhæfð sér að þá nennir fólk ekki að veita þessi 110%.
Þannig að ef við viljum, þetta verður fljót núna, mikill partur því að tala líka það hvernig við upprættum fordóma það að þjálfa starfsfólk Reykjavíkurborgar og annar staðar að kunna að koma til móts við fólk sem ekki endilega með sömu tungumálkunnáttu. Þannig að það eitt svona liður í þessu. Okay. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá þá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og fjölmenningarráðsfulltrúar og áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka fjölmenningarráðsfulltrúa Nikóli Mósli kærlega fyrir að flytja tillöguna og deila með okkur sinni reynslu og upplifun. Ég vil líka fagna þessum vettvangi. Það jákvætt að hér í borgarstjórn fáum við tillögur frá fjölmenningarráði og þetta allt tillögur sem að snúa að mjög mikilvægum þáttum. Og það mikilvægt að raddirnar sem eru inni í fjölmenningarráði komi að borðinu hér í ákvarðanatöku eins og sést með þessum tillögum og hér með sjáum við hvaða sem að ráði lítur á að þurfa að bæta og koma í framkvæmd og ég fagna því. Og hér mitt vettvangurinn til þess að ræða þessi mál hér í borgarstjórn í málstofu okkar og hver næstu skrefin geta verið hvað varðar framkvæmd til hana. Og hér verið að leggja til að Reykjavíkurborg fari heildstætt átak gegn fordómum og hatursorðræði sem er gríðarlega mikilvægt og lýsi yfir fullum stuðningi við þessa tillögu. Og ég vildi aðeins bara nefna í því samhengi að ég tel náttúrulega mikilvægt að fara í þetta átak fyrir þá alla sem eru með erlendan bakgrunn. Það til dæmis líka fólk af blönduðum uppruna sem kannski fellur ekki beint undir þessa innflytjenda skilgreiningu sem með annað foreldri erlend sem hefur þá orðið fyrir aðkasti til dæmis vegna uppruna eða húðlitar eða trúarbragða en það það sem ég trúi því að þessi tillaga sé ætlað að ná fram að þessi markmið með þessari tillögu. Og við sjáum því miður í samfélaginu okkar og út í heimi hvernig fordómar og hatursorðræða birtist og virðist vera að færast í aukana og þarna að tala niður til ákveðna hópa í samfélaginu á andstyggilegan hátt og við sjáum jafnvel fólki ábyrgðarstörfum tala með slíkum hætti og óttast maður afleiðingar sem að slíkt getur haft í för með sér. Og það mikilvægt að slíkt viðgangist ekki og við þurfum að vinna gegn því svo að fordómar og andúð grasseri ekki. En eins og við vitum þá eru fordómar og hatursorðræða oft undanfari hatursglæpa. Og að verða fyrir þeirri tjáningu sem að felst í fordómum og hatursorðræðu getur haft mjög slæm áhrif á það sem verða fyrir barðinu á þeim og það dregur úr líka samfélagseiningun okkar þegar að ákveðni hópar í samfélaginu okkar verða fyrir barðinu á lítilslækkandi orðræði. Og ég vil heldur betur ekki búa í þannig samfélagi og það uppi staði þá held ég enginn vilja búa í þannig samfélagi. Reykjavíkurborg stærsta sveitarfélagið og höfuðborg þjóðarinnar, stærsti vinnustaður landsins eins og hefur komið fram og getur farið ýmsar markvissar leiðir til að vinna gegn fordómum og hatursorðræðu og til að vekja athygli á þessum málefnum og það er mikilvægt að borgin gerir slíkt. Og því miður þá sjáum við í samfélaginu okkar að orðræðan svona okkur á móti hinum innan gæsalappa virðist vera að færast í aukana þar sem að ýmsum erlendum aðilum stillt upp andspænis þeim Íslendingar sem hafa alla tíð búið hér og málunum til dæmis oft stillt upp þannig að fátækt á Íslandi aukist ef að til dæmis fleiri umsóknir alþjóðlega vernd einstaklinga verið samþykktar og ég tel að sú sé alls ekki raunin heldur að þetta snúi að misskiptingu gæða í samfélaginu okkar sem leiði til fátæktar og við þurfum að einblína á það. En það kannski efni í aðra og miklu stærri umræðu sem ég ætla ekki að fara nánar í hér en við þurfum að vinna gegn skaðlegri hugmyndafræði sem stillir hópum upp andspænis hver öðrum og gerir erlenda aðila einhvers konar blórabögglum fyrir fátækt á Íslandi til dæmis og uppræta neikvæðar ímyndir og ég tel að það sé mjög mikilvægur liður í þessu málefni og í þessu samhengi. Svona fáfræði og vanþekking, það oft orsök fordóma og það ekkert gert í því að vinna gegn neikvæðum staðalímyndum að þá getur fáfræði orðið á fordómum sem getur síðan orðið að andúð og sem getur oft leitt til haturs. Og það mikilvægt að vinna gegn því svo að við
sköpum samfélag fyrir alla sem allir fá að tilheyra. Og í þessu samhengi þá verði ég að nefna frumvarp sem liggur á þingi vegna almennra hegningarlaga hatursorðræðu þar sem leitast við að þrengja ákvæðið og ef það næra gangi gegn sem ég vona svo innilega ekki að þá ekki lengur refsivert að hæðast að, ræja, smána, ógna eða annan hátt ráðast opinberlega minnihlutahópa nema slík tjáning sem með leyfi forseta til þess fallin að hvetja til eða kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun. Og mér finnst þetta óboðlegt og tel við þurfum að vinna gegn því að þetta verði að veruleika og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur sent inn umsögn þar sem hún mæli gegn þessu frumvarpi og við sósíalistar hér tökum heilshugar undir hana og þurfum að vera vakandi gegn skaðlegri orðræði og benda á þegar við verum vör við slíkt og vinna gegn skaðsemi hennar. Og borgin sinnir þjónustu á ýmsum sviðum. Hún rekur skóla og bókasöfn, til dæmis stór vinnuveitandi, snýra upplýsingagjöf og fjallar ýmis mál. Og það mikilvægt við skoðum alla starfsemi borgarinnar og hvernig við getum unnið gegn fordómum og hatursorðræðu á sem flestum sviðum. Og svona nátengt því þá langaði mig bara aðeins að nefna í lokin að þá tel ég líka mikilvægt að skoða hvort, svona í stóra samhenginu, hvort við þurfum jafnvel að auka sýnileika þeirra með erlendan bakgrunn í til dæmis bókum, umfjöllun og ýmsum öðrum svona þáttum. Og því þetta skiptir allt máli í stóra samhenginu framsetningu og þar mætti til dæmis spyrja gagnrýnna spurninga hvernig ímyndir af fólki af erlendum uppruna birtist til dæmis í námsefni og í bókum og námsefni sem boðið upp á alltaf endurspegla fjölbreytileika samfélagsins sem dæmi. Og svona af minni reynslu þá hefur þetta tekið miklum jákvæðum breytingum gegnum tíðina. Það er mikilvægt að vera stöðugt að rýna í þætti líkt og þessa og leiða hugana þessu stóru samhengi þessu málaflokki hvað varðar framsetningar. En eins og ég segi þá bara tekið undir efni þessar tillögu og vil bara enda á því að þakka fyrir hann mjög svo góða fund þar sem þetta síðasta tillagan á dagskrá. Takk kærlega fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hafa þá ekki fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu lokið. Og verður það gengið til atkvæðagreiðslu ef allir borgarfulltrúar eru í salnum. Lagt hefur verið til að vísa þessari tillögu til Mannréttinda- og lýðræðisráðs og það bókun boðuð við göngum til atkvæðagreiðslu ef allir borgarfulltrúar eru í salnum, svo virðist vera. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Og þau sem á móti kunna vera og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum, þakkir fyrir það. Og það bókun boðuð, gjörðu svo vel Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, mér langar að leggja inn eina bókun í þessu góða máli, góð tillaga. Þetta sem málefni sem má aldrei gleyma að tala Spurning útfærslu sem getur verið með margskonar hætti og þarf að koma inn á sem flest svið samfélagsins. Langflestir eru sammála að vilja eyða allri hatursorðræðu og fordómum úr samfélaginu. Vissulega hefur árangur náðst en betur má ef duga skal. Hvert tilfelli einum og mikið. Hatursorðræða og fordómar birtast nú hvað helst með rafrænum hætti eða rafrænum leiðum á síðum stundum undir fölskum prófílum. Einhverjir taka þátt og dreifa og þannig berst hatur og fordómar hratt út. Það sem gerir rafræna hatursorðræðu erfiðari ef ekki vitað hver stendur á bak við hana. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af börnunum þegar kemur að hatursorðræðu á netinu. Fullorðnir, foreldrar ekki síst, eru fyrirmyndir barnanna og orðin fylgir ábyrgð. Við þurfum öll að hjálpast að til að stuðla jafnrétti, virðingu, mannréttindum og fjölbreytileika. Eitt af meginmarkmiðum ætti að vera að stuðla að vitundarvakningu hatursáróður og hatursorðræðu á netinu með það að leiðarljósi að vernda börnin og vara þau við. Við þurfum að kenna þeim mikilvægi miðlalæsis
og styðja þau í að verja mannréttindi og auka vitund gegn hatursáróðri á netinu. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun og eru það ekki fleiri mál sem að liggja fyrir þessum fundi, sameiginlega fundi borgarstjórnar og fjölmenningaráðs Reykjavíkurborgar. Forseti vil þakka fyrir fundinn og ætlar að leyfa borgarstjóra Degi B. Eggertssyni að segja hér nokkur orð við lok fundar. Forseti, ágæta borgarstjórn og fjölmenningaráð. Mér langar til að byrja því að þakka fyrir góðan fund og eins og formaður fjölmenningaráðs Sabine Leskov rakti hér í upphafi fundar, þá erum við að prófa okkur áfram með nýtt form og ég ætla bara að slá því föstu að það er þegar búið að sanna sig. Mér finnst bæði umræðurnar en síðast en ekki síst þessar tillögur sem hér eru settar á dagskrá, tekna til umræðu og fara í viðeigandi farveg, undirstrika bæði mikilvægi fjölmenningaráðs og þess að breyta þeim skipuninni og ég held ég tala fyrir munna allara sem eru hér af hálfu borgarstjórnar í dag að maður finnur bara sterkt fyrir þeim ríka mannauði sem er í fjölmenningaráði og við lítum á ykkur sem okkar lykil ráðgjafa í þessu málaflokki. Ég vil þess vegna þakka ykkur öllum. Í Hríf, ég er bara snortin að þessari lýsingu hjá þér og ég er algjörlega sammálaður hafandi unnið á spítalunum og komið víða við í samfélaginu. Þá held ég þú sért einfallega lýsa veruleika sem við þurfum að horfast í augu við og taka á. Og ég held að Nicole Mosti hafi sagt hér í sinni ræðu að Reykjavík ætti að taka forystu þegar kemur að átaki gegn fordómum og hatursorðræðu og ég held að séu bara nánast engar meiri háttar umbætur í íslensku samfélagi sem ekki hafa verið bornar fram af borgarbúum og borginni og ég held að það að við tökum forystu í þessum málum eigi ekki bara við þá tillögu, heldur líka tillöguna að horfa á mannauðinn, taka utan hann og nýta hann og leyfa honum að blómstra en líka þegar kemur að í raun framtíðinni börnum og hvernig við búum þau út í samfélagið í gegnum móðurmálskennslu og tungumálakennslu. Að við vitum alveg frá því að við tókum þetta út 2014 og 2015 að þetta er ekki í lagi hjá okkur. Við sjáum það á öllum tölum, það ber öllum sérfræðingum saman það. Ef það er þannig að það er orðið samstaða það að brúarsmiðirnir séu lykilatriðið í því að ná hraðar fram, að þá finn ég fyrir svona ákveðin feginleik því að þá leggjum við einfallega áherslu á það og meiri áherslu á það og tökum það lengra með fleiri tungumálum og vegna þess að þetta er algjört lykilatriði hvernig við búum krakka og ungt fólk út í lífið og ef við nestum það illa að þá getum við lent í því sem að Sabine Leskov er óþreytandi að minna okkur á að í staðinn fyrir að fólk sé fullfiðrað og með sitt tungumál og móðurmálið á hreinu að þá getur við verið að senda fólk út í lífið með hált eða haltarandi með hvorki né tungumálakunnáttu, hvorki varandi móðurmálið né íslenskuna sem er einn af lyklunum að því að taka virkan þátt í samfélaginu. Ég held að frístundakortstillagan sé af sömu rót þar sem við sjáum það einfallega í tölunum að sjálfsagt ýmsum ástæðum, ég ætla ekki að draga fjöður við það, geta verið ýmsar ástæður. Pavel Bartóček, borgarfulltrúi, minnir ofta það að það er ekki bara efnahagslegi þátturinn sem skiptir máli, heldur til dæmis það að kannski hafa krakkar af pólskum uppruna
miklu meiri áhuga á blaki en hinn svona standard Íslendingur og við séum stundum að reyna að heimfæra okkar áhugasvið og áhugamál yfir á alla. Þannig að við þurfum kannski að huga að meiri breidd en það er algjört lykilatriði að vita af frístundakortinu að sá þröskuldur sé ekki fyrir hendi, þar að segja hinn efnahagslegi, og við vitum af tilraunaverkefnum upp í Evrópuráði að það sem við heldum að væri áhugaleysi eða einhverju svona menningarlegi þröskuldar reyndust ekki vera það, því að þegar það var ókeypis fyrir krakkana í 6 ára og 7 ára bekk, 1. og 2. bekk, þá bara mættu þeir eiginlega allir. Líka þeir sem að við höfðum svona útskýrt burt að gætu verið að sitja heima vegna menningarlegs bakgrunns. Þannig að við vitum af áhuga í Árbæjarhverfi, í Breiðholtshverfi, í Hlíðunum, Miðborg, Vesturbæ og annars staðar hjá íþróttafélögum að fara núna svolítið fram með þetta, en þau sem ég hef rætt nýlega fagna því ef það væri til, eins og hér er lagt til, meira efni á fleiri tungumálum til þess að gera aðgengið auðveldara og skiljanlegra. Þannig að þau getur unnið sitt svona grasrótar og miðlunastarf. Til að gera langa sögu stutta að þá þetta bæði vel unnar, vel rökstuddar tillögur sem fara núna inn á viðeigandi vettvang og ég þakka fyrir mjög góðan undirbúning, mjög góðan fund, góðar framsögur, góðar umræður sem undirstrika að á þessu kjörtímabili held ég að öll borgarstjórn sé sammála að gera fjölmenningarmálin, málefni innflytjenda að lykilmálaflokki og stíga stór og mikilvæg skref í að þróa þau áfram af þeim krafti sem ekki bara þeir sem koma erlendis að og hafa sest að í Reykjavík eiga kröfu á, heldur skuldum við sjálfum okkur það að sem eitt heildstætt samfélag þar sem allir geta notið sín að tryggja að allir hæfileikar og þau tækifæri sem að samfélagið hefur upp á að bjóða nýtist öllum og allir geti notið sín. Takk fyrir í dag. Takk fyrir þetta, borgarstjóri. Ég hyggst klára að ljúka þessum fundi með ljóðalestri eins og svo oft. En að þessu sinni fannst mér viðeigandi að lesa ljóð eftir rithöfundinn og skáldið Mazen Marouf. Hann kom hingað til lands frá Líbanon fyrir 8 árum, þá sem gestur Reykjavíkurborgar sem hluti af tjáningarfrelsis- og skjólborgarverkefninu ICORN. Hann kom frá Líbanon en hafði dvalist þar sem palestínskur flóttamaður og nýlega var hann tilnefndur til alþjóðlegu Man Booker-verðlaunina sem eru einu virtustu bókmenntaverðlaun heims. Og ætla ég að lesa eftir hann ljóð úr bókinni Ekkert nema strókleður og heitir ljóðið Ef við gefum okkur loftslag. Ímyndaðu þér með mér barn. Upp við það stendur annað barn, bak við það barn, við hlið þess barn, við framan það barn og svo framvegis börn. Ímyndaðu þér að þau standi í hnapp og láti smetla í smágerðum kjúkum. Samtímis. Líkist það ekki regnið? Takk, þá er fundi slitið klukkan 16:34.